Þetta ekki ágæðis uppbytun fyrir Vestlumannvíki. Arnar Tómas Möller, Heiðar Guðjónsson, verið velkominir. Takk fyrir það. Þetta er svona eiginlega upp á þjóðatöluðinni, sko. Ég hef svo aldrei farið á þjóðatíð, láta það vera. Hafið þið farið? Nei. Aldrei? Fylgdi að skulle spila engu við ykkur. Ég, nokkur svona hift mér áskrift að brekkusögnum. Já. En alltaf enda bara á YouTube að hlusta á hann. Já, þetta er svona, ég veit ekki, þú veist, ég tengi ekki mikið við þjóðatíðina, eins gaman finnst að koma til Vestmannaeyja, sko, en þetta er náttúrulega aðal staðan kannski oft á tíðum. Það margir að til Akureyrar núna, svo bara út allt, hvað er það að gera Vestlumannvíkina? Það er óráðið, ég hef yfirleitt verið með krakkana mína utan landsteina til að halda þeim frá þjóðatíð, en núna eru orðin svo fullorðin að ég bara... Þú stútt að því ekki lengur? Nei, þú veist, ég held að því sé ég get að fara, en ég þarf bara að finna mér eitthvað sjálfur. Já. Við erum í svipum pælingum, við hefum týpur og nýskriðinir í 18 ára og með mynda freistaðin frá þjóðatíðinni til Akureyrar. Ötti blöð og fleiri eru þar og skilst að þeir séu mjög vinsælir. Rífandi stemning þar. Það er lafa að, sko, enda stórkostlegir listamenn. Þjóðmál alltaf hins vegar fara til Vestmannaeyja. Við ætlum að vera með viðburð þar sem að fólk getur fundur upplýsingur á samfélagsmiðlunum okkar. Þið allir eru báðir í þjóðmálastunni, þannig að þið eru búin að fá þær upplýsingar. Þannig að það verður eitthvað gigg þar á laugardeginum sem að fylgist þið með því. En það er svaka þáttur framöndan hjá okkur. Heiðar, þessi flaska kom inn daginn. Það var skipulagið var þannig að þú ætlar að koma daginn. Og þurftir að breyta því, þannig að þessi flaska búin að bíða eftir þér. Nei, hún lítur fáránlega vel út. Nei, ekki? Hann Sævar, sko, hann leggur náttúrulega, ekki Sævar, ég er að tala annan Sævar, Styrmir frá Kampaðisfélaginu, hann leggur mikla vinnu í þetta og hann fann þessa flösku hér sem ég er að opna þetta með að tala saman. Píper Hetzig, Blankt í Norr, 2023. Það sem er eiginlega best er að láta málmhulstrið vera á tappanum þegar maður snýr. Þá ertu með gott grip. Já, bara handóður hérna og reyfið af áðurinn við byrjum. 2023, hefur það einhverja þýðingu fyrir þig? Ekki í fljótu bragði, nei. Styrmir veit samt hvaða þýðingu það hefur. Þá lentur þú í fyrsta sæti í þínum þyngdarflokki í bekkpressu. Já. Ekki rétt? Jú, það passar. Já. Ég mitt viktist, ég ætlaði að gera þetta á 50-samælinu, fekk blóðtappa eftir COVID og gæti ekki haldið upp á 50-samæli. Hélt upp á það sem 50-samæli árið setna. Já. Kefti síðan kannski ekki mínum besta formi daginn eftir, en náði að vinna. Þetta var mjög eftirminnilegt, sko. Takk fyrir. Hvað þú tókst? Já, þessu móti þjálfarinn sagði mér að skammast mín, sko, en þessu móti tók ég bara ég tekið 120 held ég. Já, en þú er bara að bæta það síðan þá? Já. Tókst í febrúar þessu árið ekki eitthvað meira? Jú, ég hef ekki tekið 147 eitthvað sem ég sá. Já. Ég þarf að fá það einhvern tíman og láta mig kenna þetta. Ég er svo rosalega lillið þessu. Það tekur smá tíma, sko. Þetta er takkileg. Já. Styrmi var búin að spotta þetta alls saman. Já. Þannig að hann fann þetta ágæta vín þetta frábæra vín. Pétur Heiðurs. Já. Þannig að, en sko ég mismælti með náðan og sagði Sævar. Það er alltaf vísi hann Stjörnusævar sem að vildi líka færa eitthvað gjöf. Það er alltaf sko, Arnar, þú átti að komast að þessu. Þetta er enda fiskir sem kemur í þjóðmál. En við myndum hér fá alltaf mikið að gjöfum. Og hér eru almyrkva gleraugu. Ja, sólmyrkva gleraugu fyrir almyrkvan. Sem verður 12. ágúst. Hvetjum allir til að fara inn á solmyrkvagleraugu.is, kaupa sér þetta þar. Það er líka að fá svona símahulstur, eða símahlífar, símafilter, hvað hefur kallað þetta? Já, svo auðveldar að taka myndir. Já. Maður þarf að undirbúa sig tímalega fyrir þetta. Já. Maður ætlar að sjá eitthvað inn í framtíðina. Já, heldur betur. Þannig að þetta verður náttúrulega stórmál hér á landi, eins og annars staðar. Já, þetta er bara hluti af Portúgal og Spáni, Grænlandi og Íslandi sem sjá þetta, þannig að þetta verði almyrkvi. Bretlandi verður þetta 95% eitthvað svo leiðis og mörgum stöðum hérna í Evrópu. Þetta er mjög gott framlag inn í þennan verðmætasköpunar vetur sem er framöndan, að hótel séu full þarna í lok ágúst. Aðeins betri kastað þegar líður á veturinn. Já, einmitt. Það er bara, það er ótrúlega hvað það dregur að mikla ferðamenn, marga ferðamenn. Svona viðburður. Fólk kemur upp til geðu þessu, fólk ferðast alveg heimsóðan millega til að vera vitna svona. Öll hótel full. Já. Eru þið með eitthvað plön fyrir þennan dag? Já, ég ætla að halda boð heima hjá mér. Já. Mér finnst svona garðunum snúi rétt átt. Já. Upp á að sjá þetta. Sama hér og ég var þetta
Fyrir vitalega eins og heyrða gorta með að hvað garður minn snýri vel en heiðar leiðrétti mér snarlega ég var með kolranga átt Varum við bláfjöld Ég þarf eiginlega þetta skipulega geta búið eitthvað Já Herðu, ég minnst á gjafir Sko, Agnar Þú átti þetta alls saman þú bara lappar tómið Ég notaði þetta hvert skipti í eldhúsinu sem nánast bara á hverjum degi Svona grillsunda, Agnar Þínir skattar okkar tekjur, sagði ríkistarfsmaðurinn Fallegt Taka þetta með þér Við erum þetta leiðin upp í sögumbústað og á að grilla fyrir familíuna því kem þannig að þetta verður alveg Þetta það sem við vinur okkar Íti Hása Brandsa búið til fyrir okkur fæstu auðvitað í netvæslu þjóðmála Hvað líka þetta gangið fyrir nefnda þjóðmála stofu ekki láta hafa þetta til þáttinn Jú, takk fyrir Þannig hvetjum allir til að fara þangað inn auðvitað svo fara detta inn gólfurur Hvaða hverju? Þarna inn netvæslunum okkar Þannig að það verður stuð Herðu, ég var að fara að byrja á þátt eða? Þú segir til, ég ætla ekki að reyna að stjórna þess Sko, við byrjum bara einhver staðar Við fjöllum alltaf það síðan í síðustu viku að verðbólgan, hún mældist 5,3% í júlí og að hækka, þannig að þessi sumar útsöla ríkisstjórnarinnar á eldsneyti, hún ekki að gefa mikið kannski inn í verðbólguna menn ekki ráð fyrir hærri verðbólgu ég sá að Kvikabanki var nú að gefa út greiningu það búast við hækkandi verðbólgu eða hækkandi stýrivöxtu jafnvel Síðan var annar skemmtilega vingill á þessu öllu saman. Ég ætla ekki að fara mjög djúpt í verðbólgutali, mér langar samt til að spyrja ykkur nokkra spurninga. Það er einn svo nefnda pilsuvísitala. Ef við sjáum næstu fréttstrákar, þá sjáum við að þjóðarétturinn, pils og kók, hefur hækkað töluvert. Var ekki graf þetta neðar í fréttinni, það sem er farið yfir þetta. Er þetta kannski besta lýsingin á verðbólgunni síðustu ár? Og ferðamanna sprengjunni. Það ég ætla að segja, þetta er kannski meira frambúð eftirspurn, þú lappar fram hjá þessu röðnir í bæ og hún er alltaf svona 100 metrar. Já, bara aðeins næra mættum Agnar. Já, þannig að það er kannski ekki það að ég ætla að fara að draga úr verðbólgunum sem hefur verið, en ég myndi segja að þarna sé bara ákveðið magna pulsun sem að einstaklingur getur rétt í gegnum þess að lúgu. Og svo er samkeppni mér sér, það er þetta að fara á Ingólfstorg og það er þetta að fara í Austurstræti og þar kostar þetta minna. En náttúrulega, þetta er ekki alveg sama vara. Þannig að pilsuvísitalan gefur ekki rétt að mynda verðlagsþróun? Nei, alls ekki. Það er bara þessi pilsuvagn hérna beint á móti horninu sem einhvern veginn fyrir framann gamla Eimskipafélagshúsið. Hann er bara í sérflokki. Já. En ef man kannski samt farin aðeins inn í verðbólguna sko, þá að þessari 5,3% verðbólgu er opinberu gjöld að leggja til 1,4 þannig að og þú veist og það er ekki bara þessi vörugjöld hjá ríkisstjórninni, það er líka bara þessi áralangi órekstur borgarinnar kemur fram í rafmagni og hita og sem var líka hækka verulega hjá veitum fyrir áramót þannig að þú veist, við værum auðvitað í kannski ekki svona óþægilegri stöðu ef að ríkið væri, og hið ópera væri ekki að ganga með þessum hætti og svo náttúrulega er alveg ótrúlegt að sjá þessa mælingar núna á húsnæðisliðnum og leiguverði, ég heyri það allstaðar að það er raunni bara pressa niður á við á leigumarkaði, en það er þetta bara verið að semja mikið af leigusamningum á eignum sem eru mun gæða meiri og það er ekki verið að gæða leiðrétta þessa vísitölu. Já. Og ég hef nú unnið það lengi á sem skuldabréfamarkaði að ég væri nú frekar full viss það að ef við værum með gömlu vísitöluna þá væru verðbólguvæntingarnar örugglega svona 1-2% lægri í dag. Einmitt. Já, það var skipt sem sagt reikniformúlu alveg á versta mögulega tíma eins og ríkisvaldinu er einu lagið. Þannig að við tókum alla hækkunina á húsnæðismarkaði og svo er skiptið yfir í leiguverð sem er ekkert að lækka. Þegar húsnæðisverðið er rummulega farið að lækka. Já, vísitalan er bara í dag, hún er kannski einhverju 20.000 leigusamninga sem bara fylgja verðbólgu og svo er kannski verið að semja einstaka samninga þar sem er kannski verið að lækka leiguna en stóri kranin er núna rauninni bara byggingamarkaðurinn þar sem er verið að reyna að koma sem flestum af þessum eignum í leigu og þá ertu kannski að eignum sem er ekki að seljast. Eignum sem er að seljast, en kannski eignum sem kostar kannski 1 milljón eða 1,2 á fermetran og það er sama leiga kannski örlítið hærri en á kannski breiðholtsíbúð sem er kannski 600 skall á fermetran. Þannig að þetta er alveg óbáslega mikil skekkja innifælin í húsnæðisliðnum akkurat núna sem er að stríða okkur. Já. Mér langaði til að því að með ykkur tvo í settinu og ég er að gefa mér að hér sé bara hafsjór fróðleiks hagfræði og efnahagsmál og engin pressa samt. En sko mér langar til að koma með nokkur svona spurningar kannski þessum málum tengt, þú veist, ekki bara einhverja verðbólgu en svona ýmis atriði sem snúa hagfræði sem eru svona upplýsandi og kannski lærdómsrík fyrir okkar hlustundur.
ég veit að svona eldri hlustundur sem að starfa lengi á fjármálamarkaði, þeir vitið allt saman, en það er kannski yngri hlustundur líka sem að áttu sig ekki alltaf hvernig hlutundi virka. Þannig að nú erum við að tala verðbólgu og við höfum verið að glíma við verðbólgu, eða háa verðbólgu hér á Íslandi síðustu 30 mánuði eða svo, jafnvel lengur. Og þá er spurningi bara, við vitum hvað skapar verðbólguna, af hverju er verðbólga, af hverju er svona mikil verðbólga, af hverju ráðum við ekki við þetta? Íslandið önnur ríki, menn við sáum líka verðbólgaskot í Evrópu eftir COVID og... Já, ég meina... Hver er hagfræði kennslunni? Nei, mér finnst það augljóst að þetta er bara alveg eins og ert með fyrirtæki, það eru einingar sem eru verðmæta skapandi. Þú ert alltaf að taka af þeirri sem skapar mest, verðmæti framleiðinust og láta fjármagnið til þeirrar einingar sem skapa minnst. Það er alveg augljóst að heildar verðmætasköpunin, hún minnkar. Í hagkerfinu í dag er það þannig að það er alltaf verið að færa aukin verkefni til hins opinbera og hið opinbera er með ömurlega framleiðinni bæði fjármagns og vinnuafls. Í raun og veru hið opinbera sem er alltaf að tala sjálfbærni sem þýðir að gera meira fyrir minna, þeir gera alltaf minna fyrir meira. Þeir raun og veru er alltaf að hækka álögur, þeir eru að hækka gjöld í kringum opinbera þjónustu, þeir eru að hækka skatta, en það sem við fáum á móti er verri og verri þjónusta. Þannig að ef þeir myndu láta eftir framleiðinustu geirum kerfisins að hafa þetta fjármagn, ég meina þeir að skattleggja sjávarútveginn sem er framleiðinasta atvinnugreinin, þeir eru að fara að skattleggja núna orkuframleiðsluna, bæði hitaveitu og rafveitu sem er mjög framleiðin atvinnugrein, þeir eru búin að setja á og ætla að setja meiri álögur í formi skatta á ferðamannabransan sem er mjög framleiðin líka. Þannig að þá ertu bara að kæfa hagvöxt og þegar þú kæfir hagvöxt með þessum hætti og svo eru umsvifin alltaf að aukast hjá hinu opinbera, bæði laun opinbera starfsmanna hækka og eins og ég sagði bara kostnaður við starfsemina hækka, þá ertu bara að búa til kerfi sem framleiðir alltaf minna og minna. Þannig að ávísun í slíku kerfi, sem sagt, króna, er alltaf minna og minna virði. Þú fær alltaf minna og minna fyrir krónuna. Þannig að þetta eru opinberu umsvif fyrst og fremst? Ég finnst það, algjörlega. Ég myndi líka bæta, mér er algjörlega sammála þessu og myndi kannski líka bæta við að fyrsta lagi þá er bara verið fólk ekki vera mjög sammála hvaða verðbólga stafar, hvaða hún kemur, hvort hún sé koma hækkun laun eða hækkun vaxtavaldi verðbólgu og svo framvegis. Menn tala gróða verðbólgu, matvörufyrirtækja, olíufyrirtækja, þetta er einhvern veginn svona hugtök sem maður hefur ekkert endilega... Svo kannski held ég líka að spila aðeins inn í að við erum búin að vera í þessu umhverfi eftir kreppuna, eftir 2008, að bara svona með þess mikla verðbólgu verðhjöðnuna þrýsting koma frá Asíu og víðar og við erum búin að vera svolítið vöndi lengi að við getum hæðað okkur svo í rassinuli, við getum prenta peninga eins og eitthvað listir, ég meina fórsetisráðherra, hún var nú til dæmis einn helsti hver er svona málsvari hvað sem að peningakenningarinnar, það sem að monetary theory, magic monetary theory eins og stundu kalla, að þú veist að við getum bara prenta peninga eins mikið og við vildum og þetta er bara svo stutt sér líka þessar kenningar voru bara acceptaðar af hagfræðingum og ég held að þetta er svona kjána hagfræðingum en hagfræðingum sem höfðu áhrif og ég held að sé fyrst núna þegar að lágasta tíðanbili er svona fyrst eiginlega alveg búin að normaliserast og við stöndum uppi með normaliseraða vexti bæði hér bara erlendis líka þessu, við kannski tala betur og skuldirnar hafa aukið svona mikið að þá núna fyrst er þessi verðbólgu vandi alvarlegur og við getum ekki leyft okkur að haga okkur svona eins og Heiðar var að lýsa. Við sáum, ég myndist þetta verðbólguskoti sem kom eftir COVID, þannig að sáum maður þetta í Evrópuríkjum, en hún fór miklu hraða niður þar, heldur en hér. Já, hérna vorum við með tvennt, vegna þess að hið opinbera spýtti svo í útgjöldum í COVID. Fyrir hendt Kristrún vildi reynda spýta meiri heldur en við gerðum. Og hún vildi ekki bara, hún vildi alls ekki veita styrki til einkafyrirtækja svo að þau kæmist fyrir vind. Hún vildi bara ráða fleiri opinbera starfsmenn, eins og það myndi bjarga einhverju. En hvað það, þá laðist tvennt á sömu vogaskáluna. Það var að í raun og veru Seðlabankinn lækkaði vexti gríðarlega til að halda aftur af svona hruni fjármála heimilana, bara til að lina þjáningar heimilana, það voru margir sem mistu vinnun og annað og það þurfti að minnka svona afborgunar
ferilinn eða lækka hann hjá heimilum, en svo var þau opinbera að spýti og árið 2022 þegar við vorum að tala að það tæplega 10% hagvöxtur á Íslandi, það ríkir ekki með 6% fjárlagahalla. Það hefði átt að vera með afgangi á þessum tíma, sko. Og síðan þess með samfelldum halla, þó að hagvöxturinn eins og 23 var 5%, hagvöxturinn 24, 3-4%, alltaf ekki með gengdalausum halla. Og þetta bara að koma fram í verðbólgu og það sem oft gleymist, það sérstaklega málsvarar ríkisstjórna og oftast fjármálaráðherrar, þeir segja alltaf að verðbólgur sé einhverjum öðrum að kenna en þeim. Það aðalum að vinnumarkaði eða einhverjum fyrirtækjum en í grunninn verðbólga skattur. Þetta eini skatturinn sem þingið þarf ekki að samþykkja. Þetta skattlagning sem kemur fram í því að Seðlabankinn með allt og mikið lausatök og ríkisstjórnin, fjármálaráðuneytið með allt og mikið lausatök, þannig að peningarnir sem fólk á, þeir fuðra upp. Þannig að þetta verðbólgu skattur. Já. Og ekki eftir að kenna atvinnulífinu neitt sérstaklega þessa verðbólgu sem við erum núna, vegna þess að ég held að sé 0,5% af þessari 12 mánaða verðbólgu sem hækkun á vörum. Já. Þannig að þetta bara fyrst og fremst ríkið og fasteignamarkaðurinn einhver leyti og svo auðvitað þjónusta. Já. Sem út á launum. Þetta einhvern veginn, við erum ekki að fara að tala verðbólgu í 3 tíma, sko, en þetta samt, ástæðan fyrir mig langar til að ræða þetta, en þetta það sem verið að ræða í samhengi við til dæmis þessar þjóðaratkvæðagreiðslu sem á að fara fram hér í lok ágúst, það bara hvort við ráðum við bara að reka þetta land eða ekki, sko. Það einhvern veginn, við erum alltaf komin þangað í umræðinu, sko. Jú, en þó við myndum ganga inn í Evrópusambandið ef að stjórnmálamenn sem eru við stjórnvölinn það skiptið haga sem í jafn óábyrgum hætti og þeir sem eru þarna núna, þá verður bara það sami upp á teiningnum. Ég meina við sjáum bara hvernig fór fyrir löndum sem voru í evru samstarfinu, svo kölluð PIGS, Portugal, Ítalía, Grikkland, Spán. Þau gengu mjög óvarlega gleðina dyr og lentu í meiri háttar fjármagnskröggum. Núna sjáum við að Frakkland að fara sömu leið sem sínu alvarlegra vegna þess að það næst ráðandi í Evrópusambandinu. Skuldarálag þeirra orðið hærra heldur en Grikklands. Þannig að, og þýskir vextir alltaf að hækka líka. Þannig að þeir sem að tala að ef við göngum inn að þá fáum við samstundis lága vexti og mikinn aðgang að fjármagni, það bara alls ekki að fara að gerast. Já. Ég myndist á þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og í aðdraganda hennar verið að búa til alls konar efni og margir að tjá sig 2 mál. Áður en kemur því, Agnar, hér eru veitingar frá kjötkampaninu. Þið eru velkomið að fá þér. Já. Það enginn að dæma. Ég veit að þú varst að keyra ofan sögumbústað og stöðurlega sangur og þannig að þið fáið ykkur endilega. Ég læt ekki segja mér til sér. Nei. Þeir verða með okkur á gólmótinu í Borgarnesi næstu viku. Þannig að það verður stuð þar. Ég kíkti niður í Frumherja, við förum reglulega þangað og fáum þar skoðuna með eða endurskoðun, allur gangur á því. Ég ætla að skoða hér myndband sem ég ætla að fá ykkur til að, nú gerist þið skoðanamenn, strákar. Og við ætlum að spila hér myndband sem Ása Berglind Hjálmarsdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, var að birta á sínum samfélagsmiðlum. Hún búin að vera að framleiða myndbönd í allt sumar og að svara spurningum sinna kjósenda eða sinna fylgjenda á samfélagsmiðlum Evrópusambandið og við vorum að gera grínaði hér fyrir sumar hvernig Pavel Bartosek talaði matvælaverð og lægri verð á safran og þið þekki allar umræðu, allt meira með einhver tómþvæla. Ég ætla að fá að setja endurskoðun á þetta myndband en ég ætla að fá ykkur til að vera sammála eða ósammála með það. Ég var að horfa á þetta og taka þetta síðan umræðum þetta. Já, við erum að setja okkur headphones til að hlusta á þetta. Já. Endur það. Ása Berglind Hjálmarsdóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, hún að tjá sig þar lánatöku ríkisins vegna innviðaframkvæmda. Nú eiga sér stað stórframkvæmdir allt land og ein af þeim Ölfusárbrú sem með áætlaðan kostnað upp á 18 milljarða. Fjármagnskostnaðurinn, þar segja vextirnir, eru tæplega 11% af þeirri framkvæmd. Ef Ísland væri hluti af Evrópusambandinu, þá hefðum við greiðari aðgang að Evrópska fjárfestingabankanum þar sem lán eru með 1-3% vöxtum. 1-3% vextir eða tæplega 11% vextir af 18 milljörðum, þið getið reiknað út. Það lostar talsverta pening sem væri hægt að nýta í heilbrigðisþjónustu eða skólastarf eða eitthvað annað í rekstri ríkisins. Þar höfum við það. Sko,
mér myndir endur að áttu ekki hærri veiðigjöld að fara í veðaframkvæmdir en láta það vera láta það líka myndi hluta. Hvað segja mér fróðari menn í peningamálum þetta? Já, kannski, sko fyrir að fyrsta það náttúrulega nú ekki svo að Evrópski fjárfestingarbankin sé ekki með starfsemi á Íslandi. Mér segja gríðarlega mikla lánveitingar sem hann hefur verið að veita bæði til Arion-banka, Isavia, Landsnets og fleiri fyrirtæki, oft 100 milljónir evra í einu. Orkuveitunar, einmitt. Og ég svo sem hef alveg einhverja heimildir reyndar fyrir því að þeir hafi líka skoðað þetta verkefni, en það nú bara einfallega þannig að það ekki endilega öll verkefni sem fá lána, það getur bara mismunandi ástæðum. Hún auðvitað bera þetta saman svo kallar framkvæmda fjármögnunar vexti, fljótandi vexti með álægi á Íslandi versus langtíma vexti sem reyndar ekki alltaf til í Evrópu. Ég meina þýska ríkið 3,3%, það ekki 2-3%. Þannig að þetta svona, maður alveg bara, maður fulli fangistundum með að meðtaka, hvað maður að segja, þessa svona staðrenda villur í þessum málflutningu oft. Og svo kannski bara einfallega benda á það að ef íslenska ríki myndi almennt sé að vilja fjármagna bara sjálft verkefni, brú eða eins og Ölfursárbrú eða eitthvað annað, þá myndi þeir einfallega gefa út langtíma verðtryggð skuldabréf sem myndi þá bera það byrja 2,6% verðtryggða vexti til svona 25 ára. Og það vil svo skemmtilega til að franska ríkið sem við vorum að ræða á hann er það ríki í Evrópu og ég meina þeir eru þrátt fyrir allt með sama landslag á Ísland og stærri markað og þeir eru eina ríki sem virkasta eftirmarkaðan á verðtryggðum skuldabréfum. Þeirra vextur eru 2,3% verðtryggðir. Þannig að nú verið það því að verðtryggðir er líkir orð það. Já, verðtryggðir. Þannig að munur er 0,3. Já, og nú verður munur að því með við svona 25 ára lán, hann væri þá kannski 5%. Einmitt. Þannig að maður að sjá þetta allstar, það verið að bera saman eins og einhverju vegspjaldi sem ég sá daginn, það einhverja 11% fljótandi húsnæðisvext á Íslandi, en fyrir ekki 9,85 meðan fastir eru kannski 8,40 við einhverja fasta vext í Evrópu og svo talaðum að verðbólguna á ekki við einhvern veginn í Evrópu, þú veist maður bara svona, maður fær eiginlega bara hausverka þessu en þú veist, það verður þetta verður að bregðast við þessu og reyna edukera fólk, en grunnurinn að þessu öllu er að þú getur bara ekki, ég meina tökum sem dæmi, nú eru í G20 ríkjunum Evran er með næst lægstu raunvexti í G20, hvort sem það nú gott eða slæmt, ég myndi svona kannski segja að vera jafnvel veikleika merki, en það er eitt ríki sem er með lægri raunvexti í G20 og það er Argentína og þeir eru með 33% stýrivexti en þeir eru með mínus 5% raunvexti. Þannig að hvergi er jafn hagstætt að fá lán í G20 ríkjunum og í Argentínu sem er með 33% stýrivexti. Þannig að þetta er þetta bara það þarf við getum ekki leyft okkur þetta svona umræði, þar sem við berum bara saman nafnstæðir óleikra ríkja. Þannig við erum ekki að láta skoðun á þetta myndband. Þetta var endurskoðun. Nei, þetta er fráleitt myndband og mér finnst þetta svolítið til marksum örvæntingu hjá jásinum að þeir eru farnar að bera svona borð sem er svona augljós þvæla. Vegna þess að... Já, fyrir flestu fólki er þetta ekki augljós þvæla. Nei. Ég myndi alveg treysta mér í að blekkja fólk með mér að samfærandi hætti, ég er ráðin í það verkefni. En þú fattar hvað ég meina, fólk horfir bara á þessu tölu, fólk sem veit ekki betur og sé bara þennan samanburð, þannig að þess vegna erum við að ræða þetta hér. Já. Ég ætla fjármálalæsi þingmanna. Já, ef að fólk sem er með svona fjármálalæsi ætlar að segja okkur hvernig við eigum að kjósa, að þá erum við á ískyggilega vondum stað. Við þurfum bara fólk sem skilur fjármálamarkaði svona, ég er ekki að segja til hlítar, en svona grunnatrið. Ef þú ert með tekjur í einni mynd, þá getur ekki fara að reikna kostnað í annari mynd. Það er bara að bera saman epli og appelsínur. Ætlaðum þó að vera með veggjöld í evrum hana. Fyrst hún er að tala um evruvexti, það er svona grunnurinn. Og svo þegar hún er að fara að tala um vexti, að bera saman sömu vextina líka. Það er líka að vantar svona umræðina hvað er heilbrigt vaxtastig? Nú eru vextir á Íslandi næstu 8%. Það er ekki heilbrigt. Við ætlum klárlega getum gert betur. En ef við horfum senstu 10 ár í Evrópusambandinu, eða evrunni, raunvextir eru mínus 2% meðaltali. Það er auðvitað ekki gott. Það er bara merki að sparnaður er þá að rýrna að virði, raunvirði og sem kemur svo fram í eins og Gunnar Baldursson nefndi í þætti í höfrum daginn að Evrópa skuldar 34 landsframleiðslur í fjármögnun lífeyrisskuldbindingum. Þannig að það er ekki eins og að
umræðan svolítið þannig að þetta sé einhvers konar beinn kostnað sem hafi bara verið sturt út í haf og engin, sko við séum ekki að byggja upp einhver lífeyrissjóðskerfi til framtíðar, þannig að fólki sem tekur húsnæðislán í dag einhverju vöxtum og það þá er þá mögulega sko betur sett síðar sko líka í gegnum lífeyrissjóðskerfin, þannig að þetta allt svona jafnvæg og það auðvitað eitthvað vaxtastig þarna inn á milli sem sko á milli Evrópusambandsins sem ég held að sé ekki heilbreytt og Ísland í dag, þú veist, það var skortið svolítið umræðan það er eins og þú segir líka réttilega sko, ef að við getum staðið undir segjum 3% verðtryggðum vöxtum, þá það vegna þess að hagkerfið að vaxa 2-3% verðtryggt á hverju einasta ári og Ísland með sína tengingar við norðurslóðir, Ísland með sína tengingar vestur haf og með alla sína náttúruauðlindir. Við erum land sem getur vaxið 3 sinnum hraðar næstu 20-30 árin heldur en Evrópusambandið. Og þegar maður spyr sig, vill maður þá fara úr slíku kerfi inn í hitt kerfið sem verða alltaf eftirbátar okkar í öllu. Vegna þess að alveg eins og Aggi að segja, sko, vaxta umhverfið endurspeglast alltaf. Jú, þá kemur einhver evra, en af því að við getum staðið undir miklu hærri vaxtastíðina, þá verður vaxtastíðið bara alltaf hærra. Er það gott eða slæmt? Það gott fyrir sérstaklega yngri kynslóðir vegna þess að þýðir að það framtíð hér. Yngri kynslóðir í Evrópu standa frammi fyrir því að fasteignaverð hátt, fasteignaverð hefur afskaplega lítið lækkað þrátt fyrir COVID og hækkandi orkukostnað út af Úkraínustríðinu og öðru þvílíku og náttúrulega ömulegri orkustefnu Evrópusambandsins, að þá fasteignaverð eiginlega sama, en verðmætasköpunin stendur í stað. Það engin hagvöxtur, þannig að þá gerist það að það mjög lítil atvinnusköpun, það erfitt að eignast húsnæði, þannig að framtíðin bara ekkert spennandi fyrir ungt fólk í Evrópusambandinu. Nei, og ég meina, ég held að ágætt að, sko, ef við horfum á raunkostnaðin við að taka lán í Evrópu versus Íslandi, ég meina, vextir á verðtryggðum lánum í dag eru 3,6-4,4, meðaltali 4%. Í all inclusive kost í Þýskalandi og Frakklandi svona 3,8, þannig að með verðbólguvæntingar það kannski 1,8 raun. Þannig að munurinn kannski það bil 2%. Þannig að fyrir 25 ára lán, í akkurslán, þá raunvöxtur munurinn kannski 20%. Þannig að yfir líftíma lánsins, þegar rúlar allt á þessum vöxtum, það munar 20%, en svo kemur á móti atvinnustigið, kaupmátturinn, komast inn á húsnæðismarkaðinn og svo þetta bara einfallega svo staðreynd eins og við búum að benda á að raun húsnæðiskostnaður til að lár á Íslandi þráttir þetta allt, sem hlutallar ástæðanumtekjum. Og svo sér maður núna bara augljós batamerki með nýjum borgarstjóri í Reykjavík og konar Sagga náttúrulega frábær í Kópavogi, þá að afnema þessi byggðarmörk sem voru sett, og við búum í einu strjálbýlasta landi í heimi. Það svona við Kanada og Ástralía, sko, sem per ferkilometer, sko, fjöldi íbúa. Það ekki svo vant til landsvæðina, en að þessi ekki búið að bjóða út fleiri lóðir. Já. Og bara leið og það gerist, verður aðgengi að það búið að handstýra þessi fyrir gegn í frammi, bara handstýra þessu sko bara til eins verra í mörg ár. Akkurat, algjörlega andstætt hagsmunum borgarana. Bara út af einhverjum dillum sem menn eru með í borgarstjórnum að gera aðför að einkabílum. Sem alltaf ótrúlega fyndið það sem að kveðjugjöf Dagsbý virðist það að vera þarna að koma í veg fyrir mislegu gatnamótin þarna. Það var svona parting shot hjá honum. Já, hann skildi það eftir sín. Smá útúrdúr, Agnar, ertu á rafmagnsbíl eða? Nei, konan mín, bæjarstjórnin sjálfsögður rafmagnsbíl, en ég er alls ekki rafmagnsbíl. Er hún búin að fá sér svona amperstöð, svona hleðsastöð? Okkur vantar svona í bústæðin. Já, þú voru að græða það fyrir þig. Það kostar ekki að setja upp, nei, bara ég í áskrift. Tengi mig við þá. Og það er að menn þurfa, við vorum að tala hér áður það að koma Vestlunarmannahelgi. Jakob og Jónfrún, hann bara frá náttúrulega jóla. Hann var að koma þangað. Hann var undan IKEA að byrja að auglýsa jólatrafikina. Er það ekki ágætt? Jú, ég sá auglýsingunni, ég var bara stressaður, ég var eiginlega að fara að planta með borð. Þú voru að plantaði borðið? Nei, ég þarf að heyra í félagunum og segja að þetta sé að vera seinasta forvöð. Ég tek fram að þetta ekki aðkeypt auglýsing fyrir Jónfrúna. Ég bara sá þetta og var bara hrifinn, sko, bara vel gert hjá honum. Þannig að það er greinilega góða hleðslu þetta næstu misseri til að fylla þetta. Þannig þú fer reglulega á Jónfrúna eða ekki? Ég geri það og er alltaf tvisvar jólin. Já.
og sami hópurinn, hvort skiptið eða þess að ykkur hópurinn en alltaf sama fólkið og ég finnst þetta bara tilheyra jólunum. Já. Svo þjónustan hana, hún frábær. Já. Maður getur aldrei verið lengi með tómt glas þegar þú finna. Ekki frekar en hér bara. Nei, akkurat. Þannig að ég sá þess að frétt og langaði endilega að kasta góðri kveðju á Jakob vin okkar, hann og bara gaman að það menn sem ég farið að horfa til jóla mitt sumar. Þannig að það er ekki allir svartsýnir. Nei, það er. Og heimurinn ekki að farast. Ég fara að segja það hér og nú. Sko. Það er bara það sem við eigum að vera að gera, vera bjartsýn. Já. Nei, ekki. Ég held að sé svona skylda hægrimanna. Það er að vera bjartsýn og það er það sem skilur okkur frá vinstarfólki. Það sér alltaf dauðan handa við hvert horn. Já. Við horfum bjartsýnum við á framtíðina. Já. Og það snýst þessi bara framleiðsla hér. Meðan hans. Strákar, talandi bjartsýnu og hafa gaman og kika grillinu. Ekki. Ég Evert úr grillinu. Ég er ennþá að senda myndir af fólki að grilla, hvað sem er Evert úr öðru en auðvitað þetta að fá sér Evert úr grill. Þið þekki þetta, græða þetta einn grill á kvöldin, hafa gaman, hrósa ykkur öðrum. Ég baði ykkur að finna hrós vikunar, sem við ætlum að taka við grillinu. Hrós einhverjum. Voruð búin að heimavinna, strákar? Já, mjög skýr með þetta, sko. Þú varst mjög skýr, ég er búin að vinna heimavinna. Mér fannst þess að Guðmundur Fertaram sérstaklega eiga hrós skilið að því að hann æsti þá sem einhvern veginn í mesta ójafnvægi í já-hreyfingunni alveg gríðarlega og það er alltaf gaman að þú nærið að pirra andstæðingarna svona svakalega. Já. En hann gerði það á mjög málefnalegan hátt með því að fara í gegnum það hvað svona Keresis hefði aldrei getið orðið til innan Evrópusambandsins. Já. Og þetta var eitthvað til að æra og óstöðuðan hann að hinum megin. Frábær ræða sem var fluttið á þetta Selfossi. Akkurat. Bara þetta mjög gott hjá hann. Já, vegna þess að það er alltaf verið að halda okkur að það komi svo miklu styrkir og til rannsókna, til lista, til menningar meðan raunin er svo að við munum greiða margfalt það inn í sjóði Evrópusambandsins og svo náðasamlegast getum við fengið kannski eitthvað brota því tilbaka. Ég sá að einhver var að bera þetta saman með það að þetta væri eins og að fagnaði að fara endurgræstur á skattinum. Akkurat. Fagnaði styrki fyrir Evrópusambandinu. Algjörlega. Agnar, ertu með hrósvikunar? Já, ég ætla að vera með svona aukahrós sem ég finnst eiginlega bara svona by default og sem ég held að við sem bara allir sammála og það er bara fólki sem er að berjast fyrir nei og er að Halldór Benjamin og allir þeir sem er að skrifa og fara í podcastinn og við myndum gera það mjög vel þannig að ég er svona bara almennt sjátt fyrir það fólk sem er að gera það mjög vel. Ég ætla reyndar að fá að taka aðeins öðru hrós eða svona kannski aðeins sem er kannski ekki svona tengt hagfræðinu og viðskiptalífinu en það er hann heitir Jón Kristinn Einarsson og við ég kynntist honum í sakfræðinni og hef svona sjálfur hafði alltaf mikinn áhuga á því sem hann er að gera og hef svona verið í smá samskipti við hann út af þessu að hann kom þessu podcast að staðum daginn sem heitir Íslandsagan og það er alveg stórkostlegt að þetta podcast sé komið og sé fara að stað og svona miklu metnaði og sérstaklega vegna þess að ég er nú nýútskrifaður sakfræðingur og búin að kynnast mikið af þessum ágæta fólki sem er í sakfræðadeildinu og mjög hæfu fólki og miklu fagmenn margir sem að fólk bara svona sem að er margir að fara eftirlaun eða komuð eftirlaun og þetta er svona og það er verið að grípa þessa miklu fræðimennsku sem hefur safnast upp íslenskri sakfræði senstu árin og áratugina og setja hana svona upp struktúrað í þessa alltaf 50 þáttar röð sem ég held að verði svona muni lifa lengi að sem svona, hvað maður að segja, fróðlegsbrunni fyrir þá sem vilja kynna sér Íslandssöguna með mjög svona faglegum og góðum hætti og veist það mjög gott framtækjánum. Þetta er aðra vikunar röð fær Jón Kristinn hrósvikunar hér. Nú? Það er Örn komið með þetta síðustu viku. Var það hrósvikunar líka? Já, en það er bara allt í lagi. Það er nú reyndar kannski bakka fullan lækin, en ég var sem betur fyrir með 2 hrós. Já, og áttur eitt auka. Já. Örn þetta komið frábæra punkt, var að benda á það, bara okkur er RÚV ekki að framlega svona þetta, með alla sína milljarða. Þetta er bara enga framtök. Nei, þeir eru með Gísla Martin. Já, einmitt. Ég ætla að koma með eitt hrós líka, svona smá viðbót, við allt saman. Ég ætla að fá að hrósa öllum sjálfboðaliðum sem að núna eru að koma verslunarmælingi og bæði, við myndist hér á Þjóðatíð og Akureyri og ég hef verið í Vatnaskógi og fleiri stöðum með verslunarmælingi og allar þessar útiháttir, þetta gerist allt fyrir hönd sjálfboðaliða. Þannig að þeir eiga mikið hrós skilið fyrir að leggja mikið á sig fyrir þessa helgi sem bara eiginlega allan á sig hring
fólk sem er að starfa í íþróttafélögum og annars þar. Já, bara sjálfboðaliðar, eins og þú segir, allt árið kring, af því að þetta er rosalega göfugt starf og þetta er líka mjög gefandi starf vegna þess að það er mjög gaman að taka þátt fyrir þá sem geta í þessu, að þetta sé einhvern veginn bara ólaunað út frá hugsjón og þetta er þessi skapar svona samfélag en það er ansi margir vinstrimenn sem hafa horn í síðu svona samtaka heldur betur og vilja einhvern veginn steypa allir sama mót og setja þetta allt einhvern veginn á ríkisjötuna þannig að þeir sem eru hægri sinna er ættu endilega að svona taka þátt heldur betur, stiðjum það svo að þegar kom Vestlumannhelgi ég seti ykkur fyrir fleiri verkefni strákar. Ég bara, allir sem komið þá þið bara fá verkefnilista hérna eru þið útilegumenn? Ég er mjög gaman að ég var framkvæmdastjóri útivistar ég var að klára hagfræðina og hafði mjög gaman að því að vera bæði farastjóri og svo bara standa í rekstri á svona skálum á hálendinu og skipuleggja ferðir og svona Já, ég er mjög mikill útivistarmaður. Svo svona veiði og fleira? Jú, mikið á skíðum. Það er svona uppáhalds útivisti mín að fara á fjallaskíðum. Já. Agnar, þú bara þegið þunni hljóði? Ég er svo, ég verð bara lítið límustundi því ég heiti Heiðar, sko. Það er mjög aktífur og mjög góður í svona útivist, sko. Ég er ekki mikill, ég er svona... Þið er nú veitt saman. Já, við veitt saman. Það er kannski aðeins minka. Ég er svolítið mikið í tennis núna. En það er kannski eina vonda við tennisin er að dettur, það er erfitt að samina hann við sko frí. Það er bara eitt tennisvöllur og hann er í Reykjavík. Eða Kópavogi réttar að sagt, Kópavogi ekki Reykjavík. Og þannig að en annars líður mér bara voða vel bara svona á stuttbuxunum með gott rauðvín og kannski bók í einhverju stól í Sólbæi. Ég er svolítið tanningur, sko. Ég hugsa svona bæjarstjórnum í Kópavogi svelst á hann þegar það er að segja að tennisvöllurinn var Reykjavík. Já, þetta var rosalegt mismæli. Við var klippið út það. En sko, við kíkjum út í Ellinsen og segjum okkur útilegu búnaða þar. Það er nú að gera það fyrir helgina. Þegar maður kemur í útilegur þá er náttúrulega frábært að sitja í fortöldum eða út á tjaldstæði og spjallum hluti og svona. Og það er það sem við ætlum að gera hér aðeins í dag. Nokkur atriði sem langar til að fara yfir. Ég bað ykkur að finna eitthvað svona mál sem við erum að, þú veist, hvað, sem ég svona kalla bara í einföldu máli, þú veist, hvað eigum við að ræða sem við erum ekki að ræða? Er eitthvað mál sem að, bara erum að gleyma að taka fyrir í umræðinni? Já, ok, Heiðar, lítið til mín og ég skal byrja. Svo ég stel ekki mál. Já, einmitt. Ég held að, sko, nú er ég auðvitað líka eiginmaður bæjarstjóra í Kópavogi og sem að og bara sama verkefni þar og til dæmis bara í Reykjavík og öðrum sveitafélögum að þetta er auðvitað bara fyrirtækjarekstur í grunninn, það er bara reka stórt fyrirtæki nema sveigjanleikin í rekstrinum er auðvitað engin og nú auðvitað sér maður auðvitað hvernig tölunar eru að þú veist fjölgun opinbera starfsmanna rauninni, hún heldur bara áfram, launaþróunin er eins og hún veikindarhlutvöllin eru kannski komin upp undir 9% eins og í Reykjavík og sveigjanleikin hjá fólki sem rekur þessi sveitafélög og þetta bara hjá ríkinu líka til þess að gera breytingar breytingar sem getur verið góða fyrir starfsfólki líka maður ekki gleyma því að það er ekkit einhvern greiði gerður að vera með þessi réttindi að það sé bara ekki hægt að sko færa neitt til í starfi eða breyta til áherslum í rekstrinum og ég held að þessi löggjöf sem er starfsréttindi og opinbera starfsmanna þarf bara að fara að bæði þá í sveitafélögum og þetta hjá ríkinu var sett sko uppalega þetta til að fyrir ákveðna stétti sem er alveg kannski skiljanlegt að njóti verndar. Ég er alveg sammála því að þetta er ekkit algilt, en ég held að þessu umræða þurfa að fara aftur í gang að jafna þessi réttindi þá niður og við af opinbera markaðum niður og hinn almenna. Þess að ég sé ekki hvernig við eigum að geta sko, tekið almennilega á eins og ríkisfjármálunum eða jafnvel fjármálum Reykjavíkurborgar. Ég held að það veri bara mjög erfitt verkefni þar framönda líka og ég held að þetta sé eitthvað sem að við þurfum að fara að setja fókusin á. Það rýmar svo sem það sem þú sagðir á hann að ríkið, eða þið opinbera gerir minna fyrir meira. Já, því miður. Og það er eiginlega alveg sama hvert litið er. Hvort maður horfir til ríkisrekstrar beint eða fyrirtækja í eigu hins opinbera. Allstaðar einhvern veginn kemur að tómum kóðanum. Það er ekki við fólki að sakar sem er þarna. Það er við stofnana umgjörðina. Akkurat. Ef þú hefur frumkvæðið, þá er það refsað. En ef þú gerir bara það sama og þú hefur alltaf gert, þá segir engin neitt. Sko fyrir 90% eða 95% starfsmanna á þetta ekki skipta hennar mál. Ef þú bara stendur þau bara vel í vinnunni, þá er þetta bara gott fyrir. Þetta bara þýðir að skattarnir, ég meina að flesti ríkisstarfsmenn eða opinberir starfsmenn eru milli tekið fólk. Og ég vil aðeins ofur, þannig að skattar og opinber gjöld og allt þetta býtur alveg að fullum krafti.
Þannig að þetta ætti alveg að vera sami hvati fyrir sko 95% af ríkistarfsmönnum að segja bara, já, þetta er bara fínt, ríki getur þá bara, reikið sig með lægri sköttum og minni gjöldum og allir vinna. En þú veist, kannski þessi 5% sem að þarf kannski aðeins að færa til eða og svo þessir sem kannski skila inn fara í veikindarleyfi svona reglulega og veist, allt þetta sko, veist, þetta ætti ekki að vera neitt stuðningu við að kerfi getur malla svona. Nei, og starfsánægjan eftir svona breytingar, hún myndi taka stakkaskiptum. Já. Það er engin tilviljun að það er svona hátt veikindarhlutfall hjá Reykjavíkurborg, hjá Orkuveitunni, hjá Landsspítalanum. Það er vegna þess að stjórnunin þar er léleg og stjórnunin er léleg vegna þess að hvatakerfið er rátt. Þannig að ef það er að laga þetta, að þá fáu þetta viðskiptavinirnir sem skipta öllu máli, fá betri þjónustu, starfsfólkið er ánægðara og reksturinn verið hagkvæmari. Þannig að það er svo erfitt eins og Agnar er að segja, spyrja sig hverjir vilja ekki fara í þessar breytingar. Já, hárið. Heiðar, hvað þurfum að ræða sem við erum að gera það? Ég er svona voðalega upptekinn alltaf á norðurslóðum og ég veit að Eldur hefur komið inn í þáttinn hjá þér að tala hugsanlega fríverslunarsamning við Grænland og sem veriði framlengtur áfram til Bandaríkjanna og við ættum auðvitað og utanríkisþjónusta núna að vera að ræða þetta. Það er að koma nýr sendiherra Bandaríkjanna til Íslands, Bill Young núna, hann ætti að koma bara í ágúst og hann kemur með, held ég, 2 eða 3 mjög öfluga starfsmenn með sér. Þið tóku eftir því, sko, hvað skonar kveðju Mark Rubio senda okkur hérna á þjóðhátíðardaginn og við erum í svona, hvað getur maður sagt, miklum fókus hjá þeim þeir hafa augastað á okkur og velja að gera ýmislegt, þannig að við höfum að fylgja því eftir, þannig að ég segi bara gera meira með Bandaríkjanum. Já, það getur nú verið heldur betur þess verið að gera það. Já, vegna þess að þetta er alltaf magnað að Evrópubúar er alltaf svo uppteknir af sjálfum sér. Þeir einhvern veginn halda þeir séu miðja jarðar og kalla hafið hjá sér miðjarðarhafið, sem er ekki miðjan eins. Atlantshafið hefur verið stóri hlutin hérna núna frá stríðslokum, seinna stríðis og jafnvel fyrir það. En næstu 200-300 ár verður að Kyrrahafið. Og við þurfum að tengja okkur betur þangað. Það þýðir ekkert að vera að hugsa það hvað er að gerast við Miðjarðarhafið. Og norðurslóðir í gegnum Norður Íshafið tengir okkur betur inn á Kyrrahafið. Tengsli Bandaríkin gera það líka. Þannig að mér finnst þetta að vera eitthvað sem við eigum í alvöru að horfa til. Ég skrifaði bókum þetta sem mér að miklum óvörum var metsölubók 2013, Norðurslóðasókn. Þannig að ég er búin að vera boða þetta fagnaðar erindi núna í 13 ár. En þá alveg jafnvel við núna og þá, ef ekki betur. Nei, ég meina eins og var þetta með aðan þá voru við einnig viðtal hérna fórstæðisráðherra í podcastinu Rest is Politics og það lauslegur útráttur á viðtalinu á Vísi sýndist mér aðalega fjalla hvað Evrópusambandi teldi að Ísland er frábær viðbót sko, við sambandi. Það kom lítið fram sko, hvað væri fyrir okkur. Og þetta er svona umræðin snýst öll einhvern veginn tengslin við Evrópu en það er eins og bara það sé megi alltaf ræða tengslin vesturumhaf. Mér finnst aðeins sko, þú sagði hann að við ættum að vera bjartsýn. Það er með nefnari bjartsýnir og sem við erum held í öllu jafna þó að við þetta séum stundum að fellum ykkur svona málefni líða stundar sem eru mistungu og allt það, hækkandi verðbólga og atvinnuleysi og allt þetta sem við tekist á við að það langar manni vera bjartsýn upp á framtíðan að gera. Og þá fer maður að velta fyrir sér, þú veist, nú erum við ég senda okkur nokkra punkta kannski fyrir þáttið þar sem við maður að velta fyrir okkur, þú veist, ef við horfum, ég veit ekki, 200-300 ár aftur í tíman, að þá sjáum við þessa miklu hagsæld sem að hinn vestræn ríki hafa skapað sér með auknum viðskiptum, alþjóðaviðskiptum og svo framvegis. Núna finnst mér einhvern veginn umræðin í sumar, eitt að galnasta er einhvern veginn sko, ég ætla ekki að taka þessa ESB umræðu, ég ætla ekki að taka mestu öfgatar, en eitt af því galnasta sem maður heyrir er, ef ég setja fram einföldu máli, að umræðan snýr einhvern veginn að því að vali núna snúast að því hvort við ætlum að fara aftur í torfkófuna eða að horfa á einhver framtíð í Evrópu. Og fólk virðist gleyma bara hvað við erum búin að gera hér og við getum gagnrýnt einhverja vexti og við getum gagnrýnt einhverja ríkisstjórnir fyrir einhverja skattahækkanir og svona sem eru kannski málum líta stundar. Samt erum við hér með þú veist, gífurlega sterkar útflutningsgreinar og sjávarútveginn, orkuna, ferðaþjónustuna, við erum með hugverkaiðnaðinn, við erum með bara í grunninn þetta frábæra hagkerfi og atvinnulíf sem við höfum skapað hér í pingulitlu samfélagi á alþjóðavísu. Þú veist, þannig að mann langar að vera bjartsýnn inn í framtíðina en menn tala einhvern veginn með þessum hætti.
eins og það sé bara allt svart framöndan ef að við fyrir ekki Evrópusambandið. Það má nefna 2 dæmi sem Evrópusambandið mun kæfi í fæðingu sem eru vaxtarsprotar sem Ísland hefur. Ég er nú búin að sinna olíuleit í einhver tíma og ef við færum inn í Evrópusambandið, það er hreint að beint á stefnuskrá Evrópusambandsins að slökkva á olíu- og gasvinnslu á norðurslóð. Þannig að það er aldrei neitt úr því. Síðan er annað sem þeir eru að reyna að drepa, að það er gervigreindar byltingin. Að fá leyfi til þess að byggja gagnaver og sinna gervigreindar líkunum og uppbygging og þjónustu í kringu það. Þeir eru að reyna að kæfa það í fæðingu. Og þegar maður horfir til þess að það eru borgir í Evrópu sem lifa á þjónustu sem gervigreindin mun að miklu leyti kom í staðinn fyrir. Gervigreindin mun aðstóða en líka kom í staðinn fyrir ýmiss konar sem snýra auglýsingagerð, grafískri vinnslu, endurskoðun, lögmennsku, alls konar fjármála vafstri, að þá verður Evrópa miklu meira fórnarlambi þessu. Ísland hins vegar með alla sína hreinu orku, með sína náttúrulegu kælingu vegna þess að allt upp í 30% kostnaði við gagnaver er að kæla niður tölvurnar. Við hér á Íslandi, þó við höfum ekki hátt það, að meðalhiti á Íslandi eru 4 gráður. Það er bara eins og ískapurinn sem þetta kampaðin er geimt í. Við klippið þetta útstrákar. Þannig að við svona þurfum að hafa það hugfast að við með okkar orku hérna og þessa möguleika, við megum ekki sem sagt, kasta frá okkur svona tækifæri. Alls ekki í olíu og gassi og þaðan að síður í uppvinnslu eða uppbyggingu gagnavera. Þannig að þegar við erum að horfa til framtíðar, þá horfum maður alltaf út frá því að við getum nýtt okkur tækifærin sem norðurslóðir búa til fyrir okkur. Evrópusambandi gengur svo langt að því að þeir eru hluti af suðurskaut sáttmálanum. Á suðurskautinu býr ekki nokkuð maður og hefur aldrei gert. Það er eitthvað svona bækistöðar fyrir eitthvað rannsóknar fólk, aldrei nokkuð byggðu verið þarna. Að þeir vilja breyta norðurslóðum í slíktið sama. Þeir vilja bara ekkert fólk á norðurslóðum. Þeir vilja bara spendurinn sér. Hvað nær það langt suður þá? Já, það er bara landhelgi okkar sem við börðumst mikið fyrir. Yrða miklu leitinu fyrir barðinu á þessu. Allt norður á landinu, norðaustur, norðvestur. Þannig að það sem við höfum í rauninu byggt okkar stöðu og velferð á sem er að vera flutningamiðstöð norðrið, að vinna náttúruauðlindir á norðrinu, það er bara í stórri hættu þessum kjánum hérna við Miðjarðarhafið, sko. Ég spyr að því að bara hlustundur áttu sig á því að þegar þú talar norðurslóðið þá ertu ekki að tala norðurpólinn slíkan, þú talar norðurslóðina sem að ná, þú veist, alveg til Íslands. Ísland er bara hluti af. Akkurat, og Ísland er með nyrstu höfuðborg heims. Þannig að. Já, ég held að bara, þú leggja út frá þessu sem að Heiðar er að segja, sko, er að við tekið eiginlega það saman og sagt, sko, hvar liggja veikleikar Íslands í núverandi útflutningsgreinum eða útflutningstækifærum. Ég er alltaf að sé þá. Verð sjávar afurða hefur núna hækkað 22% einu ári, 98% á 10 árum. Græn orka og þessi tækifæri sem Heiðar er að nefna, við fáum fréttir af hitabylgjur núna eru orðnar viðvarandi í Evrópu og meðan við erum svona með alveg optimal hitastig og það sem bara gera verkum að ferðaþjónustan okkar bara stendur styrkum fótum og þar mætti áfram telja við bara verðust almennt vera með mjög gott svona Rolodex af útlendingasgreinum meðan að sko hryggjast og það kannski saknaðist meira umræðu þetta hérna á Íslandi og kannski bara er það viljandi og hún er ekki upp á borðum á þessum viðkomna tíma en hryggjast ekki í Evrópu, ég meina Þýskaland eru bara þetta gerast alveg óbúslega hratt síðustu 2 árin, þar sem að bæði innflutningur frá Evrópu og sérstaklega Þýskalandi til Kína er að dragast gríðarlega hratt saman og svo er útflutningurinn frá Kína til Evrópu að aukast alveg óbúslega hratt, þannig að sem kemur bara fram í þessum mjög miklum viðskiptahalla og vaxandi viðskiptahalla Evrópu til dæmis Kína og þannig að nú er Evrópa stendur frammi fyrir því að raunin að fara að sko taka hluta af Trump-playbookinu og byrja svona að máta það við sínar útlendinskreinar, en á sama tíma sko þeir ekki einu svona sko stærstu ríkin að gangi í takt. Þú veist með Frakkland og Þýskaland með Erz og Macron, þeir eru að tala svona verðum að bregðast við þessu og búið til viðskiptahindranir meðan að Sanchez á Spáni, hann er bara fulli í Kína að reyna að búið til díla og þú veist þannig að það er ekki einu svona sko að Evrópa geti sko gengið í takt í mestu svona efnahags ógn sem hefur stæðjað að sambandinu rauninu bara frá stofnun. En er það ekki svolítið Íslandi bara fyrir
ég veit ekki, alþjóðastjórnmál nútímas að það er allir að hugsa sig og við sáum það svolítið gerast á COVID-tímanum og svo náttúrulega eftir það, menn að hugsa menn geta gagnrýnt Trump og allt þetta fyrir einhverjum tolla, en það eru allar þjóðir að huga fyrst og fremst að sjálfum algjörlega, og ef Evrópusambandi allan þetta lofa ekki góðu, þeir virðast eiga miklu meirileikum með að móta sameiginlega stefnu gagnvart þessu, og svo kannski hitt sem að mér hefur kannski haldið að svona fólk á vinstri væng stjórnmálana hérna á Íslandi sem að sækist hvað stífast eftir að gangi í Evrópusambandi að framtíðarsýnin síðan sem á að leysa þetta vandamál að framleiða vopn. Ég hef einhvern tímann haldið að það væri svona kannski ekki alveg það sem að myndi slá í gegn, en ég meina þetta er svolítið everything goes núna á þessum tímum þegar allt nema viðurkenna mistökin. Viðurkenna mistökin með norðurslóðastefnuna sem þau komið fram með 21. Viðurkenna mistökin í kringum orkustefnuna sem kom fram eitthvað upp úr 2010. Núna þegar orkureikningurinn er orðið svona hár hjá þeim og þeir eru ennþá að kaupa gas frá Rússlandi og mylja undir stríðsvélina þar fyrir marga milljarða evra á hverju ári, þá er svarið ekki hjá þeim við gerum mistök í okkar orkustefnu með því að slökkva á öllum kjarnorkuverum, með því að hætta gasframleiðslu og svo framvegis. Þeir segja nei, við höfum átt að eyða meiri í sól og vind. Og maður er bara, þess að fólki er ekki við bjargandi. Sem það er nota bene, ég held að ég las að þeir eru algjörlega búin að tapa því stríði gagnvart Kína, í framleiðslu á sólarpanelum og stefnan hjá Kína auðvitað er einhverju leita, ég meina það er gríðarlega ríkistyrtur og auðvitað allir þessi framleiðslu innar af þeim, en þeir eru bara að hugsa við ætlum bara að hugsa til langs tíma, lama bara samkeppnina, þangað til að evrópsku fyrirtækin eru bara endanlega búin og þá kannski hækkuðu verðið. Þannig að þetta er alveg mjög alvarlegt. Og svo eru hvatarnir hjá þeim að því 80% þeirra orku er innflutt til að vera minna háðir innflutningi orku. Á meðan til að mynda Gröningen gassvæðið í Norður Hollandi, það er nógu stórt til þess að sjá öllu Evrópusambandinu fyrir öllu því gassi sem það þarf næstu 20 ár. En þeir ákveða að slökkva á því áfengum frá 2015. Er þú seint að snúa tilbaka? Nei, það vantar bara pólitíska vilja. Það er engin teikn á loftum það að mun sé að fara að skipta skoðunar? Nei, þeir setja ekki bara meiri í sól og vind. Já, þetta er einhvern veginn, ég sagði áðan að hagsaldið sem við búum við í dag byggir á alþjóðaviðskiptum, eru menn að hverfa frá þeim? Hugmyndur frjáls alþjóðaviðskipti með tollum og svona einhverjum sérdílum og varúðaráðstöfunum og svo framvegis. Já, heiðar hóltið mín, þannig ég kannski byrja og ég held að við kannski séum á svolítið að horfa á einhverju leyti óhjákvæmilegt að þegar Bandaríkin hafa auðvitað, ég held að sé alveg, margir segja það er alveg rétt það sem að Trump og hans menn bentu á að Bandaríkin eru auðvitað mjög langa tíma búin að annars vegar fjármagna, hvað maður segja, flytja út sparnaði sinn til Asíuríkja og vera þar svona kannski svo öfugt við það sem að Bandaríkin voru þegar tollarnir voru settir á þetta smúðháli á millistríðsárunum, þá voru Bandaríkin auðvitað með gríðarlega viðskipta afgang. Voru búin að vera með gríðarlega viðskipta halla mjög lengi og safna upp þessum skuldum og 120% landsframleiðslu. Ég meina í Víetnamstríðinu var eittu Bandaríkin 7% af GDP í hernaðarmál kominir í 4% núna, Evrópuríkin eru 1-2%. Þannig að af einhverju leyti voru bara komin að ákveðinu endarstóð með ákveða fyrirkomulag heimsmála og sérstaklega þegar vaxtastíðið búið að normaliserast, þá er líka hægt að halda þessu lengur við. Þannig að hugmynd Trump var auðvitað svo að hans efnahagságjafa að draga úr þessari einkaneyslu í Bandaríkjunum og reyna að flytja hana yfir í innlenda framleiðslu og leiða svona við erum aðgangsmiða inn á bandaríska neytendur. Þú ættir að borga fyrir að fá aðgang. Þannig að Er það góð hugmyndafræði? Það er eitthvað hægt að segja hvað þessu slemma ég held að ég segi bara svona margt, ég bara veit nei, líklega ekki, en ég myndi samt ekki útiloka að það hafi samt þurft að breyta efnastefnunum einhverjum hætti. En auðvitað, ég held að sé verst sem Trump hefur gert kannski hvernig hann hefur síðan farið að þessu. Hann hefur aðilega eins og Kanada og Mexiko sem hann hefur legið borleikindi fyrir þá til dæmis að gera bandamönnum og starfa saman, hann var algjörlega sprengt það upp.
hann kannski þurfti ekkit á Evrópu þarf miklu meira á honum að halda en hann á Evrópu, en ég held að svona diplomasían hjá honum hafi verið alveg óbúslega mislökuð og hvernig hann hefur gert þetta, en maður bara svo bara veit maður ekki, ég held að við erum bara ákveðinu endastuð með ákveðu módel sem að kannski Kína bara búið að flytja út sinn sparnaði flytja einn sparnaði það langan tíma, að það var svona kannski komið ákveðinu þolmörkum með það módel. Já, mér varst ágætis samantekt hjá þér í þessu og Wolfgang Munkau fyrirverandi aðstöðarritstjóri í Financial Times skrifaði bók sem heitir Kaput og kom út fyrir ári síðan. Hann sagði bara Evrópa, sérstaklega Þýskaland, hann að fjalla það enda þýskur, að eins og ekki segir, bara komin á ákveðna endastöð. Bandaríkin sá alla varnir Evrópu, Rússland sá Evrópu fyrir ódýri orku, Kínverjar keyptu alla iðnaðar framleiðslu frá Evrópu til þess að stelinni í raun og veru, hugverkjunum og öllu og fara síðan í samkeppni. Og þetta módel var bara ekki sjálfbært. En Evrópumenn einhvern veginn í sinni alkunnu hófærð voru bara vissir að þeir getur kennt heiminum hvernig heimurinn ætti að haga sér. Núna fá þeir ekki gasið, nú fá þeir ekki varnirnar og nú eru þeir ekkert að selja til Kína, nú eru Kínverjar að selja til þeirra. Að þá svar Bandaríkjana, vegna þess að bandaríski til að mynda bílaframleiðendur, þeir hafa verið með í áratugi sem sagt verið að benda á alls konar reglugerðir í Evrópu sem eru ígildi tolla. Ég á svona Jeep og það bara rautt afturljós, en ef maður gefur stefnuljós þá blikkar það rautt, það alveg augljóst þetta stefnuljós. Í Evrópu þarf þetta að vera með gult stefnuljós og þú mátt ekki flytja bílinn inn ef mann hafi þetta gula stefnuljós. Það alls konar svona sem þeir hafa sett sem eru bara ígildi viðskipta hindrana sem eru ígildi tolla. Og hvernig færiðu Evrópubúana sem þykjast vera svo klárir við komumst upp með þetta, þeir fatti þetta ekki. Og endanum ofbýður bara aðilum og þeir segja við erum búin að sjá ykkar herrvarnir svona lengi, það hefur verið viðverandi viðskiptahalli við ykkur og nú viljum við breyta þessu. Og það gerist í kringum Trump sem kemur með þessi miklu læti. Maðurinn kemur náttúrulega úr sjónvarsheiminum og elskar athygli og það líður ekki sá dagur að hann einhvern veginn fangi ekki athygli heimsins og hann gerði það sannarlega hann á Liberation Day og svo voru þeir tollar dæmdir ólöglegir, hagfræðingar þegar hann setti þessa tolla voru vissir að verðbólga í Bandaríkjunum færi yfir 5%, verðbólga í Bandaríkjunum er 2,7. Hann héldi fram að með því að setja þessa tolla þá yrði onshoring, stærstu bílaframleiðendur, lyfjaframleiðendur, tækniframleiðendur heims myndu þá fjárfesta í Bandaríkjunum. En hver fjárfestir í Bandaríkjunum ef þú veist ekki hvort að Trump, þú veist að hann verður bara í hámarki 4 ár. En svona fjárfesting hugsuð til 20 ára. Og hvað lifir sér tollarlingi. Þannig að það var algjörlega misráðið hjá hann að hugsa þetta út frá því. En það sem hefur gerst að það búið að vekja Evrópu svolítið, enda löngu komið tími til. En þeir eru samt ekki búin að ná áttum. Og ég held að vera mjög fróðlegt að fylgjast með því vegna þess að augljóslega tollastríð Trump náttúrulega á svona grunnin í Kína, það er svona undirrótin og hefur þetta vakið mikil viðbröð, en ég held að vera mjög áhört að fylgjast með síðan hvernig viðbröðin verða þegar að Evrópa byrjar að grípa til sambærilegra aðgerða. Þá held ég að verði meira bara svona, já þetta er bara nauðsynlegt og hindra aðgang og leggja tolla og enn meira en þeir eru að gera í dag. Þannig að það er alveg svona, við erum oft rosalega fókusur á persónuleikundur í þessari umræði versus að bara horfa bara á þetta sem bara einhverja hagfræðilega starðir. Já, hvað eru hagsmunirnir? Já, hvað eru hagsmunirnir? Þetta er einhvern veginn, þú veist, að því að ég spurði ykkur hérna áðan, sko, af hverju er verðbólga þegar við vitum hvað skapar verðbólga, þú veist, okkur stoppum við það ekki, þú veist, við vitum hvað er hættulegt og við reynum að stoppa það, sko, yfirleitt, þú veist, við vitum að það er óhollt að reykja og þá reynum við að hvetja fólk til að reykja ekki, þú veist, svo dreifum við einfalda mynd, við vitum alveg hvað alþjóðaviðskipti gera og hvaða hagsældu skapa, samt erum við vandræði með þau, þú veist, ég ætla ekki að fara að biðja ykkur að ráða mikið inn í framtíðina, en þú veist, við vitum nokkurn veginn út frá sögunni síðustu 200 árin, hvað virkar og hvað virkar ekki. Samt eru við að baksla með eins og þessu tryggjöfum sem er að hér, tolla og viðskiptahindranir og hérna einhverja sérhagsmuni, þú veist, með stefnir og svona allt þetta. Þú veist, við erum einhvern veginn að gera, ekki bara Íslendingar, heldur bara þjóðir heims, að gera okkur einhvern veginn lífið erfiðar en það þarf að vera. En við erum, annað í þessu líka sko, og það, ég held að snúist líka sko, svo ólík sko, undirliggjandi samfélag, við horfum til þeim svo á Evrópu, eyðir 40-50% af þjóðarframleiðslu til velferðarmála. Það er bara mjög
öflug velferðarkerfi en mótið kemur það tekur fjármuni sem færi þá í fjárfestingu. Kína að eyða kannski 6-10%. Þannig að þeir eru að taka rauninni rosalega lífskjara skerðingu hjá sínum fólki til þess að sigra í lengri tíma efnahagskapplaupi. Og ég held að það sé líka svolítið stór hluti í þessu að bara að þegar að velferðarkerfin eru orðin svona stór og svo ertu með alltaf þessar skuldir líka að þá er bara svona algjörlega frjáls viðskipti miklu meira trikki þegar að stærstu kerfin eru með allt öðru sér hvata og svona beina fjármagninu með ólíkum hætti. Mér finnst líka bara að það eru margir sem segja við erum Keynesistar, við erum að byggja á John Maynard Keynes og hann skrifa sitt höfurit 1936 og þá var hann að tala inn í kreppuna sem byrjaði þarna 29 og að ríkisstjórnir þurfa að auka útgjöld sín til þess að koma hjólum atvinnulífsins aftur í gang. En hann sagði jafnframt á þessum tíma að leið og hlutur eins opinbera væri orðin stærri en 20% af þjóðarframleiðslu. Þá þurfti að bremsa. En þessir Keynesistar í dag, þeir vilja aldrei rifja upp þessi orð. Hann sagði bara hart 20%, aldrei umfram það og stefnaði að vera einhvers staðar á milli 10 og 20. Og hvað er á Íslanda 40? Já, 40 og fyrir vaksandi. Akkurat. En þetta hefði bara gengið að Kína fyrir inn í alþjóða viðskiptastofnun árið 2000 og stofnunin hefur bara ekki haft neinn úrræði til þess að bregðast við hvernig þeir hafa rauninni hagað sér í bara hvort sem þeir að stela hugverkum eða bara ríkisstyrkjum sem eru kannski 8 sinni meir en í Evrópu og víðar. Þannig að kerfið er bara pínu galla líka. Já, en svo voru við líka á Vesturlöndum svo vitlaus að við sögum bara með því að eiga opin frjáls viðskipti við Rússland og Kína. Þá smá sem mann breytuðu þeim í Vesturlandabúa. Já. Er það samt vitlaus pæling? Okkur séu það? Já, því að bara, það er svo mikill menningamunur. En var ekki pælingin svo að, þú veist, ef við eigum frjáls viðskipti við Kína, það verður til einhver millistétt og einn daginn mun þessi millistétt verður nógu stór til að velta komur en það er bara nákvæmlega þessi var það ekki grundvallar pælingin? Þetta er það sem Clinton sagði, það var ástæði fyrir að Kína var hleypt inn og menn gerðu svona fettu lítið fingur inn í þetta á þetta, en það bara rættist ekki og mun kannski ekki rætast allan að þó að millistéttin hafi stækkað eða fjölgað í henni, þá er hún ekki það er verkefni sakfræðinga framtíðar að meðleikja mat á það. Svo er það verkefni félagsfræðinga líka að skoða, þú ert með heila þjóð sem eru bara einbirni. Hvernig ætla þau að tengja sér saman? Ég á 3 börn og þau kunna og við vorum 3 bræðurnir og við erum að læra að deila með öðrum og taka tillit til annara. Einbirni læri það ekki, einbirni haga sér öðru vísi. Og ég á eftir að sjá einhver hermenna liðsveitir sem eru fullar af einbirnum berjast fyrir Kína. Ég bara, þau vilja bara gera það sem þau vilja gera. Já. En við höfum síðan mikla framföru samt í, þú veist, peningamálum og verðgildum og svo framvegis, þú veist, við Þú veist, hvað við statt í þeirri hagsugu ef við getum staðsett okkur einhvern veginn, þú veist, hvernig peningamál hafa þróast, hvernig við munum þróast með nýri tækni og rafmyntum og fleira. Þú veist, það er eitthvað algjörlega nýtt í mannkjasögunni, rafmyntir. Þú veist, við höfum alls konar gjaldmiðla gegnum söguna, sko. Jú, en gjaldmiðlar upprunalega voru búnir til þess að fjármagna stríðsrekstur ríkja. Og fyrir það voru menn bara skiptast á verðmætum, hvort svo að gull eða silfur, þetta verið ákvæmt slegið með þessum hætti, síðan að það kemur pappirspeningar, það er bara alltaf fjármagna stríðsrekstur og smá sem mann tekur ríkið yfir peningakerfi heimsins. Þegar ríkin eru búin á því, eins og Bandaríkin í dag, eru með mikilvægastu viðskiptamynt heims, þá fylgja því rosalega völd. Og ég sé ekki Bandaríkja stjórn gefa þessi völd frá sér. Við munum þegar PayPal ætlaði að fara að stað með GLD hérna árið 2001. Það var rafmyndið þeirra í viðskiptum á netinu að þú áttir ekki að nota þetta, fengi greiðslukort og nota þetta bara út í búð. Og kom FBI og bandaríski Seðlabankinn og ætlaði bara að loka starfseminni. Við munum þegar Zuckerberg og Libra fóru á stað ætlaði að búa til heimsgjaldmiðil á sínum eigin forsendum með milljarð notanda út allan heim. Eða nokkra milljarða. Bandarísk hagsmunaaðilarnir, fyrst og fremst Seðlabankinn og Alríkið, voru fljótir að slökkva á þessu. Þannig að hvað varðar síðan rafmyntir, að þá finnst mér það mesta peninga og orkusóun sem hefur komið fram.
og auðvitað ég frjálsímaður, ég myndi vilja óska þess að þetta myndi ganga, en ég sé bara alltaf fyrir mér að þeir sem eiga svona ríka hagsmuni, stóru löndin, þeir gefa ekkert peningaprent valdið frá sér. Eins og ég sagði áðan, verðbólga í skattur, þau geta bara framleitt skattheimtu þegar þeim dettur í hug. Þannig að ég hef ekki trú á því að á meðan ríkis stjórnirnar eru svona sterkar að þetta einhvern veginn þessu hefur verið leyft að gerast. En Lúðvík 14. sagði nú líka að hann myndi aldrei ekki að völdin frá sér, hann misti hausinn sko, getur ekki komið að því að fólk bara rísi upp gæti ríkisstjórnunum og fara bara að nota hverjar gjaldmiðla? En ef það gert ólöglegt, alveg eins og Bitcoin, hérna hvað var það 2017 eða eitthvað svo leiðis sem að það var bannað í Kína. Það var 80% af rafmyntinni og námuvinnslan í kringum þá framleiðslu fór öll fram í Kína meir og minna. Það var til að komast fram hjá gjaldeyrisjöftunum. Síðan var bara sett bann við þetta og þú veist að þú eru tekin með rafmynt í Kína að þá ert þú og þín fjölskylda bara bannfærð til framtíðar. Þannig að þú tekur ekkert sénsinn á því. Þannig að á meðan þetta svona á jaðrinum og ógnaringum og Trump náttúrulega sjálfur og hans fjölskylda, hvað er sagt að þessu að græða, 3-4 milljarða dollara á þessu, að þessum er verið að leika sér með þetta. Og svo er náttúrulega bara sem að, sko, að þessi umræðu að hérna, sko, að endanum munu ríki þurfa einhvern veginn að hvað sem að defaulta eða með einhvers konar ægilegur repression, bara með óbunni default, ég menn eins og þegar að útskýrðu fyrir hlustinu hvað við með því? Ég bara eins og til dæmis að þegar lendi greiðsluþroti. Já, en líka óbeint, ég bara eins og þegar Nixon hérna tók Bandaríkina hérna, sagði Bretton Woods, ég menna þá bara gátu menn ekki lengur önnur ríki voru búin að safna upp dollurum, svo bara gátu ekki lengur skipti með gulli við sama hættu og þeir reiknuðu með. Þetta var auðvitað vissulega default og svipa átti sér stað líka á millistríðsárunum þegar að Bandaríki tóku sig af gullfættinum. En núna er hérna kannski það sem hefur verið að gerast undanfærið á erlendu skuldabröðmörkuðum, það sem ég kannski náttúrulega fylgist alveg svona sæmilega vel með, að það hefur bara verið sko stöðug hækkun vaxta, langtímavaxta, bara og sérstaklega raunvaxta sem hefur verið alveg sko að bara til dæmis að bandaríska ríki sem kom með sko langtíma raunvexti í 3%, þá meinir sko 3,0. Þetta er eitthvað þetta er ævintýralega hækkun í fyrir bara nokkrum árum síðan voru þessi vextir 0 og jafnvel sko undir 0. Og þannig að markaðnir eru svolítið að segja að glugginn fyrir ríki til þess einhvern veginn að infleita sig út úr þessu, að svona sérstaklega út frá ef raunvextir eru svona háir, að hann verður alltaf erfiðari og erfiðari. Eins og ég segi, það er, þú getur default að beint með því að sko neita borga og þá lánaður engið þér aftur, eða þú getur gert það svona með verðbólgu og svona það sem bara skuldabreiðin bara svona falla í virði og það kannski fyrirgefst miklu hraðar. Þannig að ég held að markaðnir eru raun og þess vegna er ég til varðandi Bitcoin og svona rafmyntir að þá er ég svo bara svo gamaldags að ég á svo erfitt með að sjá hvernig svona instrument sem gefur korki og óvertryggt því að nýja verðtryggt cashflow getur verið góður alternativ við bara að fá 3% raunvexti. Nú veit ég að Daði Viskuður að hlusta og reyta hárseta með hann að hlusta á okkur sko. En eins og má líka spyrja sig, menn er að deila það hvort að skammtatölfur, quantum computing, hvort að það komi fram fyrir 29 eða rétt eftir 30 og menn vita það að þær tölfur geta leyst upp þessi lykilorð sem halda utan veski hvers og eins sem er með rafmynt í dag. Hvernig ætla þessar myndir að bregðast við því? Hvaða trúverðuleiki er á bakvið eitthvað sem getur bara horfið á einni sekúndu? En í rauninni mætti segja þetta, ég veit að með mjög svo góður í smá nördaskapin en ég er samt gaman að þessu. Þetta snýst kannski ekki bara rafmyndir, þú minnist á Bretton Woods og hvernig menn hafa sko í rauninni farið einhver skítamix til að laga hagkerfin sín í gegnum tíðina. En þetta er allt kannski á síðustu 100 árum. Og menn munu vantarlega þurfa að halda þessu áfram. Ég meina, þú myndist á Frakkland á hann sem er bara tæknilega sé gjaldþrota með síðan lífeyrisskuldbindingar. Hvernig ætlaði að losa þessu út úr því? Hver er lausnin sko annur en að defaulta? Ég hleypu Verðbólgu, ég meina eins og fyrir Bandaríkin, þar eru þó bara 10% af sko útgáfu Bandaríkina er verðtryggð. Þannig að 90% það er ennþá svo sem ennþá hægt að beita. Og í Frakklandi er að max 20% sem er þannig að ríkin geta það svo sem alveg ennþá. Geta hvað? Hleyftast að verðbólgunni sem brennir upp lánin þeirra. Og ef það kemur ekki eitthvað til næstu 10 árum held ég sem að bara gerir einhverja uppeyju, kannski einhver ævintýraleg framleiðniaukning út af gervigreindinni sem að hjálpa við að auka hagvöxt eða eitthvað svona, þá bara sér maður ekkert hvernig
þetta á að fara öðru sig en með einhver allsera verðbólgu skoti þessi hleypu verðbólgu, hún ekki ókipis sko, hún kostar náttúrulega íbúa landsins þetta. En það verður ekki í Frakklandi þessi uppgangur gervigreindar. Ég meina þegar interneti kom að bjögga þetta Minitel sem var franska útgáfan af internetinu og svo núna þegar þessi stóru módel eru þá eru með Mistral sem einhver fransk útgáfa af þessu. Þannig að lausnin gagvart frökkum bara hætt að þykjast hafa efnaði að fara á eftirlaun þeir eru 55 ára eða 60 og vinna bara eins og annað fólk þá að vera 70 ára. Það bara lausnin. Akkurat. Já, við erum að ræða þessi mála því að eins og ég myndist á þannig minna, umræðanum með Evrópusambandi, evruna og krónuna, verðbólgu og allt þetta tengist allt einhvern veginn. Við getum talað okkur hringi með þetta sko, en þú veist. En þetta er magna sem þú segir, þetta alltaf sama sagan, en menn bara læra ekki af henni og endur taka hana. Það kannski, því miður þannig. Já, en það aldrei þannig að þetta svona velmöguna vandi, þegar sko, við höfum haft það of gott, of lengi, þá fara þess að dellu hugmyndir að grafa sig eins og peningatréð og hitt og þetta og þá gengur pendullin og langt til vinstri aftur og við þurfum bara að standa á okkar, við þykjumst vita hvað satt og rétt, en það stendur sagan með okkur í því. Hvernig getur Ísland svona staðið þessu öldu? Já, þessum alltaf viðskiptum með svona litlu mynt og allt þetta. Þú nú mikið fællaðan gjaldmiðlum getum tíðina? Já, af því að við skuldum útlöndum ekki neitt. Við eigum eignir í útlöndum langt umfram skuldir. Það var ekki þannig hér áður fyrr, þetta í fyrsta skipti í heimsögunni sem þetta gerist eftir uppgjöru við kröfuhafa 2016. Og eruðu bara algjör strömmkvörf. Og eftir það hægt að reka hérna sjálfstæðan gjaldmiðil. Það hægt, ég held, það var ekki hægt fyrir það. Það þurfti alltaf að hrynja með mjög reglulegu millibili. En það bara spurning tilkostnaði við það. Og mér finnst kostnaðurinn langt umfram ábatan. En Ísland, að því eins og ég sagði, með gervigreindina, ef við hleypum henni hérna inn og förum að framleiða meira orku og sjávarútvegurinn og ekki síst núna eldisfiskurinn sem fyrir að koma núna í framleiðslu. Þetta hleypir bara auknu lífi inn í íslenskt hagkerfi. Við þurfum bara að passa okkur að það sé ekki allt kæft að við erum opinbera. Og við erum nú þegar eins og Heiða nefndi sko, þessi frábæra sko, netto erlenda staða Íslands. Bæði ríki skuldar sko líka nettó mun minna en mörgun ríki, alveg ríki líka í Evrópu sem skulda svipaði eða jafnvel minna, en þau eru ekki kannski með þessa erlendu eignir og við erum bara nú þegar að sjá þetta gerast bara eins og ég var að nefna aðan með þessi mikla hækkun raunvaxta erlendis. Langtíma raunvaxtir búin að vera að fara upp 100 punktar núna bara 12 mánuðum. Við erum ekki búin að sjá þetta á Íslandi. Það er bara verið stöður, menn þess að við erum bara með mikinn sparnað þarna og svo hefur verið að sjá erlenda fjárfesta vera komin á skuldabréfamarkaðinn og þannig að ég held að þetta svona sko við erum auðvitað með mjög litla mynd en ég held að okkur hafi alveg tekist að sko koma ára okkur þannig fyrir borða að ókostindi við að vera svona litla fljótandi myndi eru svona tekist að lágmarka að vissu leyti og svo er bara birtingamynd þessar háa vaxtæta er bara af öðrum ástæðum sem tengist ekki beint smæð myndarinnar. Já, við einmitt, þetta er svona við erum alltaf ekki að fara aftur í torkóna. Nei, þó að landvernd sé að býða okkur það, þá skulum við ekki hlusta á þess að þau eru að segja. Nei, þetta er framtíðin á að vera björt fyrir okkur, en við höfum valum það hvernig við viljum hafa henni, mæntalega, sjálf. Já, og við eigum að vera ábyrg í því, sko. Það gerir þetta engið fyrir okkur, við þurfum bara gæta okkar hagsmuna. Sko, já, áhvert þá sem sagði mig Keynes á þann, ég var búin að gleyma þessu með þessi 20%. Og eins og segir, útgjöld ríkisins í dag eru kringum þá, umsvið ríkisins eru þá kringum 40%. Hvaða ríki er að gera þetta vel? Þetta er eitthvað hug sem eru... Já, ég meina Sviss til að mynda, þar ertu með alríkið sem er til þess að gera lítið og svo ertu með fullt af fylkjum. Það eru 27 svona kantónur sem eru meira og minna sjálfstæðir. Það geta ákveðið sína námskrá, það geta ákveðið hvaða tungumál að tala, geta ákveðið hvaða skattkerfið þið nota. Og það er samkeppni á milli og þetta hefði þetta átt að vera forskriftin að Evrópusambandinu að hafa þetta svona. Ég meina, það eru 4 tungumál töluð í Sviss. Retro-romanis sem er svona lítið 80.000 manns eða 100.000 manns en svo bara ítalska, franska, þýska. Og svona ætti Evrópusambandið að vera. Það hefur verið miklu meira sjálfræði innan fylkjana hvernig þau haga sínum málum. Og ég svona segi fyrir mitt liti að Sviss er svona fyrirmyndaríki
á margan hátt, þannig að ég myndi segja það. Það horfa meira að þanga. Já. Það náttúrulega maður haldið sko, því við erum að tala mistök, setja hrundin í sögulegt samhengi og allt þetta sko, og hvaða mistök menn hafa verið að gera gegnum tíðina og hvaða menn hafa gert vel og svoleiðis. Að því maður þessu umsvið ríkisins og maður bara les núna fréttir frá því til dæmis í Bretlandi og Noregi bara síðustu 2-3 árum, þar sem menn hafa verið að sko, leggja einhver ofurskatt á ríka fólkið sem bara fer annað. Maður einhvern veginn hélt að viti ekki að stjórnmál með þetta, að ríka fólki fer bara þegar þú skalllegur það. Er það eitthvað, eru menn ennþá að reyna einhverjum svona tilraunir? Mér finnst skemmtilegasta svarið sem Ögmundur Jónasson var með þegar þetta var sagt, þegar voru að setja á auðlegðarskatt eins og þau kallaða eignarskattin Jóhannesstjórnin og það bara, þetta fólk má bara farið hefur fjö betra. Það gæti ekki það voru gjaldeyrisöftin. Það er nefnilega málið. Við settum auðlegðarskattin í gjaldeyrisöftin, þannig að við beittum bara ofbeldi. Sem við fórum bara til Barcelona. Jú, en og Luxemburgar sem margir. Já, en ég minna reynslan bara af Noregi og Svíþjóð og Frakkland sem hefur líka þurft að hætta með sína auðlega skatta. Þetta er náttúrulega hvergi gengið og minna við Íslendingar höfum líka, við færðum okkur í svona flatari skatta byrjun aldarinnar en höfum svona verið því miður að ganga það svolítið kerfið tilbaka. Já. Og maður sér auðvitað þessi skattar eins og fjármagnstekjuskatturinn og fyrirtækjaskatturinn, þetta er alltaf svona hækka bara í litlum hænuskröfum. Einfallega vegna þess að rekstur ríkissjóðs er bara alltaf að verða blás út og krefst þess að það sé bara hækkaði skattar. Það var svolítið pælingi með þessari spurningu sko, þess að við erum alltaf þessu upp sko, þú veist hvenær hættir ríkið að vera bara að sjá sko innviði og öryggi og verður einhver svona þrándur í götu frekari framfara á vaxtar sko, þú veist bara með ofmiklum umsöfum sko, hvenær verður keinismin of mikill sko, eða of víktur. Þegar fólk gleymir því að það er verðmætasköpun sem er grunnur samfélags, þegar fólk gleymir upprunanum og heldur bara verðmætasköpunin gerist það sjálfum sér, þessi gráðugu kapitalistar, þeir bara muna alltaf vinna og við bara skattleggið á aðeins meira, tökum aðeins meira á þeim. Þeir geta hvergi farið. Það er þessi gerist er náttúrulega bara skattstofnin, bæði einstaklingarnir fara og svo fara fyrirtækin líka bara. Já, algjörlega, og ég meina og svo er þetta náttúrulega sérstaklega, þú veist, fyrir sparifjári eigendur í Íslandi, þar sem að við erum með tvöfalt hærri verðbólgu en viðast annars staðar og svo skattleggjum við nafnverðið, þannig að það er ekkert að segja að það séu lágir skattar á Íslandi, sérstaklega þú veist með meðal til hærri verðbólgu. Já. Manni finnst svona ás að vera að fara mikið inn í annað sko, bara því við erum að tala um Evrópusambandið og umræðin kring það, þú veist, og við erum bara ræðið hér svolítið vaxtamálin og vaxtastigið, þú veist, og við rættum með háa vexti á þann, menna við segjum atvinnuverðið. Þetta er alltaf einhvern veginn svona heimatilbúin vandamál sko. Það hefur ekkert með krónun eða evrun að gera eða þetta er einhvern veginn, við höfum bara sjálf búið okkur til einhver vandræði kring á þetta. Eða ekki rétt mat hjá mér eða vextir og íbúðalánum og maturverð. Þetta er bara innflutningur á bílum og svo. Jú, algjörlega. Ég meina, þú veist, það er vissulega svo og ég hef nú svo sem eitthvað tjá mig það að sko, nú er eins og með þessu eilífa umræðum verðtrygginguna, svo fyrir nú inn á það, að auðvitað var verðtryggingunum komið á að bara illir nauðsyn vegna þess að það var ekki sparnaði til í landinu og við vorum bara með kerfi sem að útdeildi sparnaði, eða ríkið bara útdeildi lánum og svo framvegis. En sko það sem að verðtryggingin það stundum tala um svo verðtryggingin búið til verðbólgu. Það sem verðtryggingin gerir frekar er að hún línar höggið. Þegar að við þurfum að hækka vexti mikið út af verðbólgunni, bæði línar hún höggið og gerir auðvitað peningastefnuna erfiðari. Þess að þegar að nafnvextinir fara mikið upp og þá fer fólk í verðtryggingun og þá þarf að ná raunvöxtrum. En nú er það bara þannig að sko verðtryggingin er ekkit bönnuð neinstaðar. Þú veist, þetta er bara okkar ákvörðun og rauninni bara neytenda og lánveitenda koma sér saman þessu verðtryggingu, en ég hins vegar sko, þannig ég líti ekkit á að verðtryggingin sé eðli sínu eitthvað slæm, en það er alveg hægt að hugsa svona leiðir til þess að sko kannski draga aðeins úr henni og ég held að við vorum umræðum daginn Gunnar Baldursson þessa verðtryggingu lífeyrisréttinda. Það var svolítið rætt sko, ég er ekkit endilega á því að það sko að breyta ávöxtunarkröfunni eða hvernig hún er reiknuð, ég held að það skipti engu máli. En ég hef nú alveg verið nógu lengi á sko, svo ég segi það nú aftur í þessum þætti, lengi á þessu skuldabréfamarkaði og upplega það að það að sko lífeyrisréttindin séu verðtryggð og uppfærist bara með verðtryggingu hefur búið til rosalega mikinn bías í þá átt
að sko, það eiginlega bara ríkið og opinbera sem gefur út eiginlega bara ríkið sem gefur út löng óverðtryggð skuldabréf. Þannig að það sem vantar svolítið inn í Íslandi að sko bara fasteignafélög, þau geti gefið út löng óverðtryggð skuldabréf. Það er engin markaði fyrir og fyrirtæki gefið út löng óverðtryggð skuldabréf. Og svo ertu auðvitað með að við höfum innleitt þessa Evrópulöggjöf stífar í Norrlandinu með þessari neytendavernd. Þannig að sko þeir sem taka fasteignalán, þeir get ekki heldur tekið í rauninni hvort sem löng verðtryggð eða þeir eftir að sagt óverðtryggð íbúðalán. Þannig að ég held að ef að sko það er ekki ástæð til þess að hafa sko það sem kemur út úr ávöxtunum hverju ári bara það sem uppfærir lífeyrisréttindin. Þú veist, og þannig að ég segi sko ef að þau var ekki verðtryggð þá var kannski auðveldur að fara að byggja upp lengri tíma óverðtryggðan skuldabréfamarkað sem myndi þá fækka öll þessu verðtryggðu langtíma samningum hvort sem á íbúðalánum eða leigusamningum sem dæmi. Það þarf að byrja einhvers staðar. Já, eina ástæðan fyrir því að verðtrygging svona víðtæk vegna þess að krónan okkar hefur bara svo lítinn trúverleika. Fólk treystir því ekki að hún haldi verðgildi sínu. Þess vegna þetta allt verðtryggt. Og einhverjir spámenn eins og Ragnar Þór sem þvílíkt fjármálalæsi orðin ráðherra, hann segir bara að banna verðtryggingu. Eins og að vera ekkert viðbragð og markaði við það. Eins og fjármagn hverfi ekki bara úr landi og fari annað. Þannig að það sem við erum að tala eins og þú segir réttilega, þetta bara allt okkar verk. Við höfum þetta í hend okkar að breyta þess. Já, og eins og samanskapi, ég meina það ofta eins og talaðum að við getum, eins og árið 2018 og 2019, þar náðum við bara vöxtum að verðbólgu niður án hjálpatekja. Ég meina það bara launavísitalan hækkaði 4%, það var afgangur að ríkisfjármálum í 2 ár og svo komum við þetta á COVID og sprengdi það í loftu upp. En þá fóru vextir í 2,75, það bara verðbólga lækkaði og þá tóku allir þessu óverðtryggðu lán og svo þetta bara fór sem fór. Þannig að þótt að, eins og segja, krónan... Voru við þarna bara að ná einhverju stöðu eða aðstæðum, voru bara búið til aðstæður sem hefði getað varað ef við gefum okkur umræðan vegna að COVID hefði ekki komið upp og grindaði þetta? Já, ég man alveg vel eftir þessu ástandi að hvernig það var sko að spurningin bara þetta hægt. Já, ég meina langtíma óverðtryggðir vextir á þessum tíma, þeir lækkuðu mjög. Þeir eru bara komnir líka nærri 3% eins og fólk hefði bara trú á því þarna í árslok 2019 að hér væri bara, komið stöðuleiki. Það væri bara lágir vextir til lengri tíma. Og þannig að inn í end, þótt að krónan sé lítil og sveiflist, þá allavega svona, þurfum stundum að verðtryggina til þess að mann hafi meiri trú á henni, þá þetta samt alveg, við getum bara náð niður vöxtum ef við bara tökum okkur saman í því. Já, ef við fáum bara stjórnmálamenn sem hafa fjármálalæsi. Akkurat, og það. Já, þannig að svarið já, þetta hægt. Já, við höfum gert það. Og við þurftum enga hjálp. Þetta bara gerðist bara með meiri sem voru kjarasamningar, það var töluverð launahækkun 2016 og 2017 og svo bara fjaraði það út og það gerir fótbolta í jafnvægi. Já. Við þurfum að ná þessu aftur en þá þurfum við skynsamir stjórnmálamenn. Já, vindurismáli eiginlega þetta svolítið á sínu tíma. Já, þetta er rétt. Við ætlum að fara að fyrir svona setja hjá okkur. Við ætlum að rétta kastinn kveðju á vinn okkar í GP-ferðum. Heiðar, þú varst nú með okkar kartun á þessum daginn. Já. Var ekki gaman? Jú, það var alveg framúrskarandi og ég hef bara aldrei spilað á jafn flottum golfvöllum sem jafn vel hirtir. Já. Og hótelið og allur aðbúnaður og allt til fyrirmyndar, svo eru bara írar, léttir og skemmtilegir. Já. Það er ekkert vesen. Og ég þekki nú Jóa síðan í Vestló sem í GP-ferðum, mikill eðalmaður. Hann með sér tilbúð á kartunars núna í sumar. Þannig að fólk getur það er gott við úti akkurat núna en það er ekki búið að vera í allan júlí. Bara fínt að kæla sig þarna. Já. Fara skella sér til Írlands og taka nokkra daga þar. Líka þú getur varið hvort seppar í 2 daga eða 4 daga. Góður golfklúbbur svo ég geti sittið inni með hana og spila. Það er spa og mjög flott liftingaraðstæða. Ég svo tennisvöllur þetta rétt sjá. Ég var ekki að spila en ég tók Tóta Páls og Glúm í þátta með hann, þannig að við settist á þennan fína írska bar á hotellinu. Þannig að þú kemur bara með næst. Ég er til. Er Ásdís að spila það? Hún er að byrja. Já, ok. En ég held að ég er meira svona byrja að vera inn í klúbbúsinu. Já, tennisvöllur. Það er enginn að dæma þó að það sé þannig, sko. Heiðar kannski, en aðrir. Ég kemur, ekki spurning. Fagna svona félagskap. Skellum okkur inn á GP-ferðir og kíkjum á þetta þar. Síðan var það að við vera á Hótel Akureyri. Gist þar? Ekki ennþá. Og það eftir? Já. Ég bara gisti heimi hjá mér. Já, það er reyndar. En þú getur kíkt á barinn á Hótel Akureyri og í þetta frábæra lobby.
ég baði ykkur að finna bókaða bíómynd til að mæla með, svona rétt í lokin. Eða þið sætu nú á Hótel Akureyri, sætu þar í andirinu eða upp á herbyggja að lesa góða bók, hvað ég að lestur að vera að gera. Það eru margir leiðin til Akureyri en Vestlamengi. Þannig að hvaða bóka fólk að lesa? Herru, ok, viðst að ég byrja, ég er að lesa, ég er að klára hana núna, mjög skemmtileg bók, ársgömul, hvað heitir hún? Our Dollar, Your Problem, eftir Kenneth Rogoff. Og ég hef haft mikla mætur á Kenneth Rogoff, hann er nú ekki bara vegna sem stórmeistari í skák, heldur bara einn af þessum hagfræðingur sem hefur tekið öllu þessu peningamála rugli sem hefur gengið yfir svona með mikill svona tortryggni eftir rétt fyrir þessu margt og hann er líka bara tilbúin að gagnrýna stjórnmálumenn alveg jafn mikið í báðar áttir sem er nú kannski ekki alltaf enginn allra fræðimanna og þessi bókar eru rosa skemmtileg, hún blanda saman svona relevant hlutum var þetta Kína sem við verðum að tala og gengi gjaldmiðla og svona við skemmtilegar sögur þar sem hann er kannski einhverjum skákmótum og í sínum yngrum árum og svona, þannig að mjög skemmtileg. Já. Og þannig að ég mæli með henni. Þetta ekki hún sem gefur upp á skjánum? Já. Akkurat. Bara með svona betri, skemmtilegri hagsögubókun sem ég lesið undanfarið. Já. Við tökum þetta trúanlegt. Heiðar, hvað er fólk að lesa? Það fyrir eftir í hvaða skapið það sko. Ég las fyrir 2 árum bókina hans Hernan Díaz sem heitir Trust og hann fekk nú Pulitzer velun fyrir hana, það er skáldsaga, gerist á Wall Street í kringu hruni mikla 29 og þarna er hún og hún er stórkostlega því að hún hefur svona hún breytist 3 eða 4 sinnum og þú veist ekki alveg hvort þetta komið að fara en svo ef fólk hefur áhuga á gervigreind og svona þá myndi ég mæla með bók sem heitir The Infinity Machine Demis Hasibi sem er stofnandi DeepMind en hann var einmitt að kaupa stóran hluti í CCP Fenris Creations á Íslandi núna daginn. Þetta er bók sem kom út í apríl og er algjörlega frábær og þarna hefur verið að taka viðtöl við Sam Altman, hafa verið að taka viðtöl við Dario í Anthropic, við Ilja, farið í gegnum það þegar hann reynir að henda Sam Altman út úr OpenAI með hallabyltingunni, þetta er svona rauntíma bók að því hún kom út í apríl og fyrir þá sem hafa áhuga á þessu þá, og hann alltaf skáksnillingur, hann læra að tefla það á 4 ára. Er með hann í hljóðbók, ég er hamlaði með hana, þannig og svo fór hann að framlega tölvuleiki og mætti hann að vera í Cambridge og mætti á 9.11 þó hann hefði komist inn í skólan 2 árum fyrr og þá keipti hann sér strax Porsche 911 var orðin $1,000,000 þegar hann var 16 ára og ekki svona þessi hefðbundni kapitalista spaði en ótrúlega greindur og fekk Nóbelsverðlaunin í efnafræði núna 24. Þetta er stórgóð bók. Já, líka tengt þessu það er sorglegt að sjá brest stjórnvöld þegar einhverjum hugmyndafræðilegum ástæðum er að hafna náttúrulega núna afkvæmi þessa notkun gervigreindar sem að hann fór, ef ég mann þetta rétt, þá fór hann svona inn í að nýta gervigreindina í svona læknisfræðilegu tilgangi til þess að svona aðeins að prótín. En breytandi núna, verkefnaflokkurinn Burnham vil held ég úttísa þessu. Akkurat. Ítlir bandar ekki með. Nei, hann er þetta breyti. Hlustendur þjóðmála vilja vera vel upplýstir og þetta eru bara frá 2 frábærar tilnefningar hjá okkur. 3 reyndar. Fyrir þá sem vilja svona léttmyndi, þá er Trust, Hernan Díaz. Mjög gott. Herðu, árum við förum í hraðarspurningar. Hérna gjaldmiðl sem heldur verðgildi sinu. Það er gjafabrif í löður. Já, shit. Þú þurfum að hreina bílum Það er næran ekki örugglega öllum flugunum líka þegar maður keyrir í bæinn. Farið í sambustastöðuna. Ég þarf að kíkja við á leiðinni. Þetta er svo guttfóturinn, heldur verðgildi sínu. Þannig að, herðu, ég sagði nokkur gestum Krínlu kráarinnar þið voru að koma og við vorum með svona misgóðar spurningar, ég ætla að velja þær bestu sem að menn komið með. Og eina lélega. Kannski eina lélega. Eitt spurði reynda hvað tekur Heiðar í bekk í dag og svo vildi að vita hvað Agnar tek í bekk. Þannig að viljum við fara út í það eða? Já, fyrir svona 20 áru þá tók ég 120. En ég hef nú svona verið að slaga upp í 100. En ég er að hlífa öxlunum. Ég er út af tennisnum. Þannig að ég reynir nú ekki að sprengja mig á mikið. Tennisin reynir stundum á axlina líka, þannig að ég er farin að spara mig. Maður þarf að skynsa mér í þessu. Ég held ég best 155 á þessu ári.
Já. En ég get ennþá bætt mig, ég þarf bara að borða meira. Já, bara gjör svo vel. Það er prótín hérna. Eitt kom með djúpa spurningu, eða þetta gefa ungu fólki eða nýjum fjárfestum eina meginreglu, hver væri hún? Segðan aftur, Eva. Eða við ættum að gefa ungu fólki eða nýjum fjárfestum, bara hvort ekki, eina meginreglu, hver væri hún? Hver er svona eitt gott ráð fyrir fólk sem út fólk sem vil byrja fjárfesta? Ok, ef ég segi fyrst, þá held ég ætla að vera með ógeðslega leiðilegt ráð. Það er stundum bestur ráðin. Já, að hérna... Bara nær mæktum þannig að fólk heyri í þess. Já, hérna... Ég ráðleg fólki að fylgjast með skuldabröðum. Já. Pæla í, sko, hvað er verðbólgan, hvað er hún há, hvað eru vextir, hvert eru að fara. Það sé rosalega góðu grunnur til þess að svona, svo þú ert að spája að kaupa í einhverju fyrirtæki, að bara til þess að hafa þennan grunn til þess að setja í samhengi við eins. Ég held að margir pælaði þetta bara mjög mikið í svona hlutabröðum og hérna finnst eitthvað spennandi og ég ætla svo sem ekki að gefa henni ráðvarandi það. En ég held að sem er gott að hérna vera með þessar báðar hliðar svona, veistu, þetta er bara skemmtilegt og nú er gervigreindin alltaf árið þannig líka að það er svo auðvelt að spyrja hana bara spurninga, þú veist, bara forvitnast og hérna láta hana hjálpa sér. Ég ætla að taka hérna Warren Buffett á þetta, get rich slow, ekki get rich quick. Það er svo mikið samkeppni þar, það er mjög auðvelt að vera get rich slow og þá er bók sem heitir A Man for All Markets eftir Ed Thorpe, þetta snýst allt vaxtavexti og það bara passar við það sem Aggi er að segja hérna, að þú verður að taka meðvitaða áhættu. Aldrei hætt og miklu í einu, vegna þess að það er svo rosalega dýrt að tapa 30, 40, 50% út svo lengi að vinna það tilbaka og frekar að hætt og rólega vinna þetta upp. Hvenær áttar þið á þessu? Ég las þegar ég var í hagfræðinni nokkra bækur og í Vestló líka, eins og Liar's Poker og Den of Thieves og ég tala nú ekki Reminiscences of a Stock Operator og það var Edwin Lefebvre sem í raun og veru var boy plunger sem var á Wall Street og 29 var eitt ríkasti maður í heimi og hann í raun og veru sýndi manni fram á það að markaðurinn gengur alltaf í báðar áttir. Það liði ekki nema 6 ár, þá var hann búinn að tapa öllum peningunum og 4 árum setna búinn að fremja sjálfsmorð með haglabyssu í Atlantic City, þannig að þú þarft að passa þig alveg rosalega. Og það er þetta easy come, easy go, að skjótfengin gróði, hann er fljótur að fara. Þannig að þeir sem ætla að spila svona alveg á brúninni, það er mjög hætt við því að þeir fallið fram af, sko. Að þeir sko, annar sessunum þess að aðalega komi sko spurning á móti, hvað er besta viðskiptaráð sem þú hefur fengið því að þið, veist, er það kannski þetta eða? Besta viðskiptaráð sem ég hef fengið er að þú verður að vera sérfróður. Þegar ég var 17 ára hitti ég konu frá Kanada sem var vinnafólk, sem sagt foreldra minna, hún var í Rauða krossinu þar og pabbi var í Rauða krossinu hér og hún var endurskoðandi, hún sagði bara þú getur orðið hvað sem þú vilt, svo lengi þú ert sérfræðingur. Og eins og þegar ég var í New York þá er ég sérfræðingur verðtryggð skuldabréf. Það var enginn að spá í verðtryggðum skuldabréfum. Það voru 2 sem hefðu skrifað í Fabozzi, það var Anthony Feiles og John Brynjólfsson og ég kynntist þeim báðum. Þeir voru svo hissa að hefði einhverju áhuga á þessu og þá fór ég að selja bandarískum fjárfestum íslensk skuldabréf og líka að selja sænsk. Þá komu fyrstu frönsku skuldabréfin sem voru verðtryggð, fyrstu þýsku og ég var sérfróður. Ég var með samkeppnisforskot. Var það meðvitað að verða það? Nei, það er bara, ég fann allt í einu að ég var bara með samkeppnisforskot. Þannig að ef þú ætlar að fara í eitthvað, vertu nokkuð vissum og sért með samkeppnisforskot vegna þess að þá mun þér vegna vel. Ef þú ætlar að fara blindin í eitthvað bara að því að þú heldur að sé einhvern veginn en svo eru aðrir sem veit jafnvel meira en þú mútt alltaf tapa. Hvað er besta ráð sem þú hefur fengið? Ég er bara manni ekki eftir neinu. Ég ætla ekki að reyna að skalda eitthvað upp ef ég er ekki með eitthvað gott. Þannig að ég er svolítið, kannski er eitthvað sem ég er búin að gleyma. Sem var annars sem spurði bara rétt, sko, þetta er eiginlega næstu í já en spurning, sko. Er íslenski hlutabréfamarkaðurinn of grunnur? Ég veit ekki hvað þið getur tjáð eitthvað mikið um það, en þú veist, þið heyrir þessu umræði vantilega oft. Þurfum við lítið til að hreyfa hann og... Fyrir manni eins og mig sem er að safna hlutabréfum, þá hendur þetta mér rosalega vel. Já. Vegna þess að ég er ekki gíraður og ég þarf ekki að selja hlutabréf. Ef ég fæ arð, þá kaupi ég meira hlutabréf. Og íslenski hlutabréfamarkaðurinn er ódýr. Og mér finnst gott að kaupa hlutabréf núna en bara svona hægt og rólega bara safna þeim. Já.
Mjög gott. Hvað þetta olíuleita málum? Þú komst aðeins inn á það. Það var eitt gestur sem hafði áhuga að heyra meira um það. Já, hann er aldrei magnað. Við erum að vera að tala við mörg stór fyrirtæki, nokkuð stærstu í heimi og það sem kom í veg fyrir að við erum að undirrita einhverjar samningar núna til ég vera þessi þjóðaratkvæðagreiðsla 29. ágúst. Af því að allir báruða fyrir sig að það myndi ekki kosta á neitt að bíða fram yfir hana og eins og ég sagði áðan ef við göngum í Evrópusambandi þá er útséð með einhverja framleiðslu hér. Já. Þú ætlar henni upp í bústað? Já, leiðinni með viðkomi í Löðri. Já, viðkomi í Löðri. Kemur á hreinu bíl upp í bústað. Bara passaði á flugurum á leiðinni. Já. Það verður ekki skýttur aftur. Herri, þetta er bara frábært að fá okkur þáttinn. Bara mjög ánægð með þetta. Svolítið svona djúpar pælingar þetta, en ég hef gaman að þessu og hlustundur veit ég að hafa gaman að þessu líka. Ekki er mjög djúpur, það er gaman að vera hérna með Sömulegis. Við förum hérna fram og klárum hérna matið frá kjöldkomuninu. Þið takið með ykkur kalda. Já. Það takið það næstu, gott að eiga á leiðinni. Ekki, þú veist að gera upp í bústað. Þegar þú kemur í bústaðinn. Já, það er ógeðslega gott að fá sér hittar. Ekki, og svo þetta súkkulaði frá Nova Sirius. Þannig þið farið vel hlaðinni helgina. Takk fyrir kærlega. Frábært að fá okkur þáttinn. Og svo heyrðuð bara frídagur verslunumann á mánudaginn. Já. Það er nú stjætt sem allt og lítið er hampað. Já, það er gefum þeim þennan dag. Heldur betur. Þannig að njótið helgarinnar, við sjáumst í næstu viku, þið sem hlustuð, þið sem horfið. Góða helgi.